sem fyrir hér í Njarðvík. Það sem framöndan stórleikur sannarlega í Dóminó-deild karla. Næst síðasta umferðin í kvöld, 2 leikir á dagskrá. Það leikur hér í nágrenninu og það hörkuslagur líka Keflavík Þór Akureyri. Við erum á Njarðvík IR í Ljónagryfjunni og það algjörlega ljóst að hér verða heimamenn að vinna sigur og við erum búin að fara í gegnum þetta eins og allir þekkja og vita. Og þeir eru gríðarlega einbeittir. Það allt undir. Njarðvík tapar 3 af síðustu 4 leikjum sínum og það maður þetta liðið missi af úrslitakeppninni í fyrsta skipti í 23 ár. Staða liðsins ekki góð. Sjáum hérna úrslitin: Skallagrímur 86, Þór Þorlákshöfn 95. Slæmt fyrir Bornesinga. Nú Snæfell tapar fyrir KR-inga deildarmeistarar 87-67. Haukar vinna Stjörnuna 87-78. Ívar Ártúnsson kominn heim af skíðum og mætti með skíðastafinn á leikina, stafina báða og þeir höfðu sigur. Nú Grindavík vann Tindastól 101-98, magnaða leikur þar og svo það leikir kvöldsins. Það eru Keflavík Þór Akureyri og Njarðvík Stjarnan. Þessi leikir báðir á sama tíma eða klukkan 19:15. Hér sjáum við stöðuna í deildinni. KR-ingar á toppnum með 34 stig. Tindastóll í öðru sæti með 30, Stjarnan í þriðja með 30. Grindavík í fjórða með 24, Þór Þorlákshöfn í 5. með 22, Keflavík í 7. með 20, IR í 7. með 20, Þór Akureyri í 8. með 20, þetta stendur rosalega glöggt. Njarðvík 9. sæti með 18 stig, Skallagrímur í 10. með 16, Haukar í 11. með 14 og Snæfell á botninum, þeir eru fallnir. Snæfellingar, það algjörlega ljóst. Því miður, þeir eru með skemmtilegt lið í gegnum tíðina. Nú Ghetto Hooligans að koma hér úr Breiðholtinu og ætla að vera fjölmennir hér á þessu leik, styðja við bakið á sínum mönnum og það algjörlega ljóst að IR-ingarnir ætla ekkert að gefa sér hlut. Þeir geta komist í úrslitakeppnina í fyrsta skipti í mörg ár og það er Gunnar Örlygsson fyrir formann Körfuboltadeildar Njarðvíkur. Lék með liðinu á sínum tíma, auðvitað Íslandsmeistari. Og hér sjáum við Ghetto Hooligans, þeir eru mættir á svæðið, þeir eru afar friðsamir, pintar. En Svali Björgvinsson hérna niður á gólfinu og ætla að senda til Svala. Hann með þjálfara IR-inga. Yfir til þín Svali, gjörðu svo vel. Coach, welcome to Njarðvík to begin with. How important is this game for you? A huge game for IR and for Njarðvík also, you know. But I think the pressure is totally on the other side. So I think it's going to be a good game tonight, you know. I think the TV will be enjoyed, people watching this game. Now you're taking place into first 8 place. I mean, every victory is very important now. You guys won 3 games in a row, going for the 4th one? Yeah, definitely. We are here to win, but let's see what's going to happen on the court. What is going to be the key for IR to win this game? Oh, I think it's a team game, you know. I'm expecting my team to respond like team, you know. You need to stop guys like Logi. How are you going to stop Logi? It's not a philosophy. We need to play the best defense on man-to-man with him. Everybody's healthy? Everybody's healthy. Yeah. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you. Já, það IR-ingar unnið 3 af síðustu 4 leikjum sínum og geta með fyrir farið ofar og komist í úrslitakeppnina. Það algjörlega klart mál. Nú Vilhjálmur Theodór Jónsson sem fór frá IR í janúar, hann má ekki spila þennan leik, hann var hundfúll með þá niðurstöðu. Hann villi spjallaði við hann hérna rétt áðan og kannski dapurlegt fyrir hann því að hann afar mikilvægur, átti príðisleik hérna gegn KR-ingum síðast þegar Njarðvíkingar töpuðu á heimavelli með 1 stigi fyrir stórliði KR og það verður bara að segja því svo þeir voru ríkalegir klaufar að klára ekki þann leik. Já, það var bara rándýrt, það bara þannig að þeir eiga boltann hérna rétt handan við okkur þeirra 7 sekúndur eftir og það bara innkast þeir hefðu þurft að klára en það gerist ekki og því einhverju stöðu en þetta bara fyrir þá. Ég talaði við Loga fyrir leikinn, hann sagði mér það frábært, þetta flott stemming. Ég í þessu til að fá augnablik sem þessi og hann klár, ég held að það verði rosalega skemmtilegur leikur. IR-lið, það verður frábært stemming í þetta lið og það eru vindingar Breiðholtinu hérna, flottir, ríkala flottir, kátir og skemmta sér. Þannig að það stemming með þeim og það alltaf stemming í Njarðvík. Ég held að þetta verði ágæða leikur, þetta mikið skemmtun og það reynir á taugar beggja liða. Allt reiður hér í Njarðvík.
Þetta flott, þetta geggjað. Auðvitað mæta mikið af lykilmönnum liðanna. Matthías Jóra hjá ÍR og Loga Gunnarssoni hjá Njarðvík. Þetta eru menn sem eru búin að skora rúmlega 19 stig að meðaltali í leik. Í vetur, alvöru menn, báðir tveir. Og það er að þéttast hér í húsinu. Það verður sneisað fullt hús hér í Njarðvík. Það er að þjálfari eða Borsa sem er að gera góða hluti. Þetta er grjótharður gæi, eins og maður sér hann. Þetta er maður sem vill ekki mæta í myrkri. En hann er bjart í orðum, hann er með gott hjartalag og þetta er bara flottur þjálfari. Hann hefur gerað góða hluti með ÍR. Og við fáum örugglega tíðindi líka úr næsta húsi í Keflavík. Það sem Keflavík og Akureyri eigast við. Það verður svakalegur slagur, tveggja góðra liða og auðvitað tveggja snjallra þjálfara. Friðrik Ingi Rúnarsson og Benedikt Guðmundsson eru þar við stjórnvölinn og mér skilst að það sé gríðarleg stemming. Já, það sem er í þessu að ÍR getur lent annars í hvaða sætinu er. Þeir lenda ekki í fyrstu bréfi 4, en þar fyrir neðan geta þeir lent nánast hvað sem er í töflunni. En Njarðvík, enn og aftur, þeir verða að vinna. Þetta er bara bikarúrslitaleikur fyrir þá. Ef þeir alltaf eiga möguleika á úrslitum, en það er ekki víst að dugi, en þetta er nauðsynlegur sigur. Mögulega ekki nægjanlegur, en nauðsynlegur. Segir Svali Björgvinsson. Allir reiður hér, dómararnir að gera sig klára hér í Þetta er flott, Gauti! Þetta er geggjað! Frábær stemming! Og Lóa er ekki komin, þetta er geggjað! Hér sjáum við á Breiðholtinu. Þeir eru flottir! Hér sjáum við byrjuliðin stjórnarmaðurinn Stefánsson, Jóhann Árni Ólafsson, Björn Kristjánsson, Logi Gunnarsson og Mæron Densey. Sjáum hér að Jeremy Mattis Hallgrímsson byrjar. Og Vilhjálmur Þjálfur Jónsson, hann fær ekki að, hann var í ÍR, þannig að það er samkomulega að hann spili ekki á móti ÍR, þannig að hann er bekkjabróðir. Ég var einmitt að geta þess hér á hann og það er Dariberg Gretarsson hjá ÍR, Mattias Þorri, Sveinbjörn Klassen, Quincy Hankins Skóls á magnaða leikmaður og Danir og Tómas sem var frábær viðbót við þetta ÍR-lið. Sjáum síðan varamannabekkin þarna. Þetta eru nú svipuð lið að styrkleika, það er ekki nokkuð spurning. Já, þetta ræðist á stemningu, það ræðist á hver hvor við kjark, hvor við reynslu. Logi hefur náttúrulega rosalega reynslu, en það er ljóst að Njarðvíkurliðið er lágvaxið. Erlendir leikmenn í Njarðvíkurliðinu, þeir verða að frákasta mjög vel. Og ég undirstrika mjög, og það er lykilatriði, að Dempsey og Jeremy Atkinson, þeir verða að frákasta eins og enginn sem morgundagurinn. Það er heldur ekki morgundagurinn ef þið tapa þessum leik. Þá er bara næstu vetur. Þá er þá leið sumar á þess að koma. Og það er löng bið fyrir þá, ég er algjörlega klár á því, þeir ætla ekki að láta það gerast. En stemmingi hér, hún er ánægð með Leifur Garðarsson og Pó tilbúinn í slaginn. Það vil segja dómaratríóið. Þetta eru alvöru menn sem dæma hennar leik. Já. Þetta er bara alvöru stemming, þetta er bara geggja. Það er svo gaman í einhverju húsi þegar það er góð stemming. Á liðmanninn sem að sé heima hjá sér, það er enginn að stríða mér, því líður við, þetta er frábært. Heyrist ekki mannsins mál hérna og áhorfendur enn að streyma að íþróttahúsinu í Njarðvík. Og við höfum fengið svo marga magnaða leiki hérna á síðustu ári. Heldur betur, Svali. Við sáum, ef ég minnist þetta er að Stjarnan kom inn á svipur stemming, þá voru bláköttir mennarnir. Þannig að þetta er bara frábært hús, það er góður andi hérna. Eggert Þór Aðalsson, Leifur Garðarsson og Davíð Kristján Hreiðarsson, þeir dæma leikinn. Þeir ráða öllu líka. Þeir ráða líka vel við verkefni. Þannig að þetta verður mögnu skemmtilegt. Það er frábært og dómararnir eru spenntir. Það er allir spenntir. Ég held að þetta verði flott. Ég held að Skjólfur komið til að vera góður. Ég held að Logi verði frábær hjá Njarðvík.
og hjá Þetta akkurat leikinn fyrir Loga Gunnarsson, auðvitað vokinn af reynslu fór í atvinnumennsku 2002 til Ulm í Þýskalandi og síðan ferðast að miða, kom heim 2013, þetta alvöru leikmaður. Já, grjótharður Njarðvíkingur, náttúrulega pappa hans þjálfaði og starfar og hefur verið í þessu húsi með flesta leiki, þannig að þetta bæði í genunum og í blóðinu og allstaðar. Og hinum megin náttúrulega Sveinbjörn Klossen sem hann bara einn af aðalvillingum Breiðholtsins. Þetta frábær leikmaður, magnaður höfðingi, ofurhöfðingi og það bara gaman fyrir hann að ég sé að spila svona vel núna. Svo þið með Matthías Sigurðarson sem frábært inntak, hann var kominn hérna 6 til að hita sonur Sigurðar Hjörleifssonar. Þetta flott. Þetta gaman. Og þá allt í reiðu. Fyrri hálfleikur að hefjast hér og nú að sjá hvernig liðin eru gíruð. Oft hættulegt fyrir svona leiki að vera ofgíraður. Já, og einhverja milligír til að byrja á. Akkurat. Fullögn milligír, mælum við því. Byron Dempsey var í Tindastólu, þekkjum það, kom inn í liði núna síðan vetrar, þekkir íslenska bolta, hefur ekki verið að spila hann við William. Átti reyndar ágætt að spretta á móti KR þegar hann var undir körfunni, þá gerði hann gríðarlega vel og hér það Matthías. Hann stjórnar umferðinni hjá IR. Flottur með boltan, flottur strákur. Daði Berg. Þessi gæi og þá Hankins Cole, hann elskar að spila. Hittir ekki, þannig að Tómas þarna á vettvangi. Þeir keyra körfunni, það ljóst að IR einhvers konar dagskipti og þeim að fara körfunni. Þeir það líka pressa. Þeir ætla að láta Njarðvík hafa fyrir þessu. Njarðvíkingar eru fáliðir, þannig að þeir ætla að láta hafa fyrir. Og þá það Byron Dempsey og þá það Logi Gunnarsson. Hittaði gríðarlega vel upp með misheppnaða sendingu og hér það Matthías. Ríkur upp völlinn. Danero Thomas sett hann aftur fyrir sig. Gamla góða pulssendingin. Sveinbjörn skrefar. Hárrétt. Sveinbjörn Klossen. Lögmaður. Að atvinnu. Menn nappast ekkert upp á hann, ekkert nóg mikið. Ekki, ja, kannski í leik en eftir leiki ekki. Þá farið bara bréf í höfuð frá lögfræðstum. Og þá það Björn Kristjánsson hrökk í gírinn gegn KR gegn sínum gömlu félögum hérna í síðasta heimaleik Njarðvíkinga. Og þá Logi erfið sending hjá Loga. Og hér það Byron Dempsey. Dempsey ekki skotmaður, hann eins og það með mikið sprengikraft. Þetta blöðrukast. Það ekkert skipt í körfubolta. Og Matthías styrti þetta á Daniel Berg og þetta Kári Logi. Hann mættur. Þetta górilu tróð, fyrsta tróðið. Þetta Quincy Hankins svakalegt. Cole. Þessi gæi. Hann þakklátur fyrir Og þá stuðninginn. það Logi Gunnarsson, hittir ekki. Danero hirðir frákastið. Og vel gert hjá Byron Dempsey. Þetta veit að Dempsey með sterkt frákast. Ágætt treyning hjá Danero Thomas, hann liður sóknarmaður, góður skotmaður. Daði Berg steinlá þarna, sjáum hann hérna stokkinn. Hann jafnar sig á þessu, Daði Berg að samfara það. Já, menn verður bara meiddir eftir leik. Slink á úliðinn á vinstri. Meiddir eftir leik. Og þá það Björn Kristjánsson, Jóhann Árni. Hefur spilað marga svona leiki gegnum tíðina. Og þá var Snjóður. Og Dempsey, hann taði hjálpina. Bara langt frá körfunni. Og þetta laglega að spila hjá Njarðvíkingum, en hann hitti bara ekki. Það myndum að mynda að það fær ekki félurinn sig að boltanum. Það eina leiði til að svara þessu. Það var Logi Gunnarsson og Jóhann Árni og setur þetta ofan í og hann fagnar með stúkunni. Við sjáum að menn eru vel gíraðir, menn í gírnum hérna. Það 2-2 og allir orðnir vel stendir. Daði, Danero, Thomas. Og sjáum hann maður! Þetta bara að skora svona. Hann elskar þetta, drengurinn. Þvílíkur töffari, frábær sending. Sjáum þetta hérna, þetta alveg svaðalegt að horfa á þetta. Og nú hann upp í stónin. Þetta svona einhver ekki að horfa á hana leik. Mætti í fólkstíma. Það einhver gæi bara að horfa á einhver aðra stöð. Veit ekki þetta. Og ég verð að geta þess að hann sagði við okkur hérna fyrir leikinn, Quincy Hankins Cole, ég mun spila vel. Já, það var alveg krafti. Og þá það Byron Dempsey og setur þetta ofan í velgerð
Þetta fer vel af stað hér í Njarðvík. Svona viljum við hafa þetta. Helst jafnt á öllum tölum. Þetta það sem eru fram yfir Njarðvíkurliðið. Njarðvíkurliðið yfir 4 bakverðar inn á. Allt flottir og glæsilegir leikmenn. Þeir eru lágur. Það með svona tröll eins og þessi magnaði leikmaður er. Þá getur bara verið erfitt að stoppa. Það hér 4-4 og eitthvað í úlagið þarna á tímavarafórðinu. Þeir eru mættir á svæðið og ráða hér ráðum sínum. Við starfsmenn íþróttahússins í Njarðvík. Það koma íringarinn Matthías Orri. Nýspur með boltan og Danir og Tómas randama til en fer í skoti, vitir ekki. Það að Tómas fríkur gullmaður. Hér hefur eins og Matthías einn allra besti, bara íslenski leikmaður í deildinni, það bara hann einn allra besti bakvörður, rosalega fljótur. Logi Gunnarsson eftir sending á Bensey og þetta er spilað. Björn Kristjánsson, hann mættur, hann stiklar sér strax inn. Þetta er körfubolti, hreyfa sig á boltan. Hreyfið á boltan og gera skoði hlutir. Og þannig á Tómas, ekkert mál jafnar nettinn, svo nú að gera þetta. Það er með svona skegg að klára þessi sniðskund. Vel gert hjá hann, vel gert hjá Landans líka, góð sending. 6-6 er staðan. Þeir eru flottir. Það var að Logi verið trist. Þetta er ekki. Hann er á nettinum og þá er það Matthías Orri. Og snýr sig í gegn og þetta er ofan í. Vílík snill. Hann er rosalega góður sem gegn. Björn Kristjánsson. Íringarnir leiða með 2 stigum. Og Gunnarsson ofan í. Gunnarsson. Hann er svo mjúkur þessi gæi. Vatnið var fundið upp út af þessu gæi. Vílík dýft. Þeir eru í fínu standi, góðu líkamlegum formi eins og sagt er. Þá er það Hankins Cole. Þetta er skref, þetta lítur að vera eitthvað. Það er ekkert skref. Þá koma Njarðvíkingar staðan í jöfn 8-8. Við erum í fyrsta leikluta í íþróttahúsinu Njarðvík. Næst síðasta umferð, Dóminusdeildar karla. Myron Dempsey er þessi ofan í neinan skakkum rangskan. Matthías. Sýnir þetta liða þessu leik. Þetta er eins og þetta er framleiki. Þetta er þannig stefn. Og Matthías fer í skotið, hittir ekki. Og hann aftur með framkastinn. 4 Njarðvíkingar búin að skora. 2 stig hver. Það er gott. Dreifar sigurskóla. Sniðug hugmynd hjá Loga og Dempsey setur hann ofan í Myron Dempsey. Dempsey hefur komið mikið kraft eins og í titulsliði fyrra. Það er ekki alveg nægilega, hann er ekki eins góður á að fá. Hann á eftir að sína okkur mikið. 2 stiga leikur, Njarðvík 10, 9-8. Og það er verð, hittir ekki. Þetta er vel útvæktur í einhverjar. Sveinn Björn býr þetta til fyrir staðafélagið. Skopið skot tekur ekki en skottilur. Fín hreyfing hér á bálinu, takkundur hraði. Það er 10-8 áratugóður fyrir Njarðvík. Það skuli uppfært og Logi verið trist, hittir ekki. Og bara þetta hér Snjófur. Hann var að lúra eitt þarna, beint í andlitið. Jólmeg, krækja, segir Leifur. Leifur hefur ekki kímning á þetta, krækjum. Þannig að það heldur honum. Sjáum við þetta aftur. Eitthvað sem Leifur séu betur en við. En auðvitað er að sú að Snjófur fæst fyrstu vindu. Fyrsta vindu á Njarðvík. Það komir ein vindu á IR, ein á Njarðvík. Staðan 10-8 Njarðvík. Svo er Matthías Logi sækir á hann. Klassen, Sveinbjörn, Danir og Tómas. Og Quincy. Þetta er ekki harka. Atkinson kemur inn á. Danir og Tómas. Hittir ekki en Cole. Laumaði þessum ofan í, hann er svo hrikalega lifur, stökkur aftur góður. Þetta er bara káranum þykir. Eins og fyrstubrandum, 10-10. Já, þetta er eitthvað þar, hafði vel að gæða með þér. Það var Snjófur, hann er aftur undir. Atkinson, hann er mættur á svæðið. Og Björn verið trist. Hittir ekki. Dansaði upp úr körfunni og Jóhann Árni
Þetta flott brenna, fær Bjössa í opni skoti. Skemmtileg brenna hjá Njarðvík, vel gert hjá Daniel og félögum, ungur þjálfari hjá Njarðvík. Tekur erfiðurhlutningi Friðrik Singa og Tein, en hann ungur frá þessinu þjóðan. Jóhann Árni fer á línuna. Staðan jöfn 10-10. Setur þetta ofan í. Siggi mjúkur, Jóhann Árni. Jóhann uppalinn Njarðvík fór í Grindavík. Á liðnum árum. Hann Martin. Jóhann Árni. 2 stiga leikur. Heimamenn leiða þetta með 2 stigum. Þetta er rétt að byrja. Við erum í 5. leikhluta. Stemmingin frábær. Davíð Berg. Þá Matthías Orri. Og þetta er vel spilað. En Danero tók hann aftur og situr hann á hann. Þeir eru að spila vel saman. Upp og niðri. 2 stóru strákar sem farið að körfunni. Þeir eru erfitt fyrir Njarðvík. Það er alltaf lægum að passa hann að þeirra. Þá var það snúmur. Logi Gunnarsson, þetta er mjög erfitt skot. Mjög erfitt skot. Mjög erfitt skot. En auðvitað, hann verður að skjóta og hann veit að mann sjálfur. Körubolti leikur áhlaupa. Já, þetta truflar Loga ekkert. Þetta bara spennir hann upp. Hann verður engar ágjör þessu 12-12 mjög grjótharða varnir. Fyrst og síðan frábær stemming. Við meina hvað Njarðvíkingarnir hafa að segja hér. Decent job. But when we're playing on this interchange, you know, cut hard to the basket or set your screen on your own guy. Okay, if they're gonna switch, set a screen on your own guy so you can give him some time to get the ball. Okay, otherwise, hlaupstu aftur, 3 niður, alveg galopið skot, setja bara næskýrinu. Við hlaupum líka 4, bara svo við fáum momenti hérna og sjá hvernig þetta bregðast í þessi hér. Ef þetta verður cut hérna, if you get the ball on top, if they're gonna switch it, you'll be ready to attack in the middle. Alright, defensively, þú tekur Svenna núna. Ok, Daði, bera, og bera, ha. Já, það er í bleikin. Það held ég 12-12, Quincy Hangins með 6 stig í hann er stigahæstur. Ég verð bara enn og aftur að hrósa þessum geggjuðu íringar sem gerir markið. Þeir eru meira en geggjaðir, þeir eru alveg keggspilaðir. Já, þetta er frábær stemming, þeir syngja og tralla hérna. Þetta er ofsalega flott hjá. Það er allir eiga svona gæja. 3:09 eftir að fyrsta leikluta, það er nægur tími eftir að þessum leik. Það eru mikið stuð hér fram í stuð í aftur. Hér sjáum við Danna, hann er ekki alveg í rónni, ég veit það, hann er ekki alveg í rónni. En hann er eitthvað flottur þjálfari, mikla trú og flottur hann að stíga sér fyrstu skref og allir þurfa að þeim að halda. Hann er mikil áhuga á Elju fyrir körfum. Og Daði Berg, hér mót honum á Kól. Og Daði, þetta er glæfraleg sending. En afturlega að reyna þetta. Og Attinsson missir boltan. Attinsson bara keyrir niður Daða, það má ekki. Keyrði bara á hann. Já, maður ekki keyrir niður nokkurn mann og alls ekki Daða. Sjáum við að hann fyrir þetta blindur inn í hann. Sjáum við því aftur. Blindur hestur, Attinsson er nautsterkur, reyndi að vera tæpur á ökla. En hann er búinn að jafna sig, var tæpur á móti KR og nánast ekkert spilaði þeim leik. Staðan hér 12-12, 2:51 segir klukkan. Hákon Örn kominn inn á, það er efnilegur drengur. Hákon Örn Hjálmarsson og þá var það Danero. Hýtir ekki. Þetta veitir Logi frá villu. Og Logi Gunnarsson. Hljótur að skila boltanum á Jóhann og hann fyrir þristinn, hýtir ekki. En gert já. Jón Arnór kominn inn á í lið Njarðvíkinga og þetta er fín sending hjá Loga. Og auðvitað ofan í hjá Attinsson. Attinsson var byggamistari með Stjörnunni fyrir sem þetta er nautsterkur gæi. Hann getur vel spilast. Hann er einhver lágvaxinn fyrir sína stöðu. En það þarf ekki að horfa á hann einhver sekundu brot til aftur hjá því að þessi gæi er holdamisti. Þá Matthías Orri búið að flauta hér. (14-12) 2 stiga leikur, heimamenn leiða. Við sjáum unga manninn sem er að koma inn. Bráður. Hákon Örn Hjálmarsson. Sonur Hjálmars herra er í stjórn þarna í
hér lengi og gert feikilega góða hluti. Í Breiðholtinu, upp í Seljaskóla. Heldur betur. Og Trausti Eiríksson komin inn á í treyju númer 9, Traustins vörður væntanlega. Og þá Matthías, sem var vann í hjá honum, Matthías Orri. Matthías með 20 stig að meðaltali, hann stigastur hjá liðinu, 20 stig tæp. Þessi gæi, hann bara frábær í manna, hann með 5 stóðsendingar, 5 frákvöld. Þetta einn allra besta tölfræði landsins bara á. Daginn, 14-14, Jón Arnór. Hér í treyju númer 10. Þetta Jóhann Árni að læða boltanum út á Eið Adam Ásgeirsson, hann komin inn á í treyju númer 7. Þetta eru ungir menn hér í Njarðvíkurliðinu. Já, þetta reynir að þessar taugar, það er mikla kröfur og pressa frá þessu góða samfélagi, þetta lið standur. Þóra Björn, hann í hrikalega þrýst, hittir ekki, Attinsson, þetta gerði hann. Hann var í loftunum á henni. Þetta rosalega vel gert. Þetta og þar tilfinningur og þar tímasetningar og þar mikið stökkrætt til að komast inn í 7 metra. Það var Matthías, búið að krækja í hann, hann finnst mér. Já, það er mikið undir, Leifur kemur á sprettunum hérna til að klára þetta á HS Orku. Þannig að hann ekkert að labba kallinn, skólasmjörn. Sjáum hvernig Leifur kemur hérna, sínum þetta áfram. Tökur sprettin, þarna kemur Leifur sterkur inn. Skrensaði og þá var það Matthías. Og hann fer í skoti, Matthías hittir ekki. Og Jón Arnór yrðir frákastinn, kemur boltanum á Björn Kristjánsson. Og hér er Jóhann Árni, keyrir þarna körfunni, tapar nettinum, klaufaleg. Þetta er frábælega gert. Já, við stráknar. Hákon Erni. Já, ef þú ert með svona hár, þá ertu mjúkur. Það er enginn sem er svona greittur, sem er ekki mjúkur. Og Attinsson. Staðan jöfn, 16-16, hart barist. Og aftur er það Hákon Örn. Þeir tóku loftuð Trausta, dómarinn er að stoppa, Trausti liggur eftir. Og Leifur búinn að flauta hér. Það var náðu að sjá þetta að Trausti fekk hana þungan maður, það var þungur hnífur. Þetta er mikið högg. Svakalegt högg og hann hefur hérna orðið fyrir Njaski og þeir stumra hér yfir honum. En menn ekkert hafa neina áhyggjur af því. Nei, þetta er þungur hnífur. Innan við mínúta eftir. Næstið hann er af þessum fyrsta leikluta. Hann er staðinn á fætur. Með grunnun og hann er að hefna fyrir þetta högg. Einhvern tímann síðan Já, við skulum sjá til, við bíðum eftir því. En þá er það Attinsson á línunni. Þetta er ofan í, þetta er Silki mjúkt hjá honum. Síðan þetta allt saman áður 17-16. Það dýrt fyrir að hafa ekki við hjá Theodór Jónsson. Við miðum Njarðvíkingana. Attinsson kom með 4 stig bara. 1, 2 og 3. Já, flottur sprett fyrir honum. Þessi gæi bara allnokkuð góður. Það er nú alltaf ef að hefði, en ef hann væri hærri, þá væri hann óviður á honum. Það er bara 17-17, það er Matthías Orri, Hákon Örn, innkominn strákurinn í þennan leik. Og Kól með sendinguna. Attinsson lefur inn í burtu. Ég finnst að Kól nær körfinu núna, nú er hann stóri strákurinn. Róbert Sigurkarl kominn þarna inn. Hann fær hér mínútur. Já, það er nú Jóhannesson, Jóhannesson Karl Sveinssonar. Heldur betur lögfræðings og gítarleikara. Já, toppmaður. Það er þessi fræga 67 árfaldi. Þetta er Baunar og Bökkaður að leika þessu. Þeir eru að skjóta þessu boltan. Verður að taka þetta skotunginu. Það er bara það. Kól ekki sérstaklega ánægður með þetta. Staðan er 18-16, tveggja stiga leikur. Hann sendir út af straxum öðurlegar leikmenningar. Rífandi stemning, þetta byrjar með látum. Það var að Björn Kristjánsson setur þetta léttur klukkuna niður. Bókina rennu, Íslandsmeistarar með KR að fyrstu leiknum þetta þekkjum við allt saman. Já, við setjum þetta á klukkunni. Attinsson. Fæsir ykkur flöftu eitthvað á leikni. Og Attinsson, þetta er vel gert hjá þeim, hann setur á hófanum. Ja, þeir segja ekki. Nei, þetta temur ekki. Tíminn var búinn. Tíminn var eitthvað búinn, ég fyrir rétt. Eringar hafa hér 1,6 sekúndur. Klárlega Karvel og seint í miður þá. 18-16, þetta er leikur. Þannig að við hafa
þetta, Hákon Örn. Það Ridda. Það snjóður. Rauk Ridda Atkinson. Þetta svolítið hættulega. Niður að nýja aftur. Sendingin. Hvað hérna? Það kemur að seint. Hérna væri snjóðurinn en hann. Friðstæðan var Pirtur. Jólfur væri aldrei að fór svona mynd. Þetta þetta klaufar að gegn Njarðvík að gefa þeim 2 öðru tímskot. Og Matthías fyrir á línuna og hann þar örugg. Hann að jafna þetta leik. Fínn taktur og góður trómuleikar sem kom hérna úr Breiðholtinu. Trómuleikar með átaki í dag. Þetta leikur trómuleikarna. Já, tvöfaldar bítið. Gunnar Jökull tónsaði upp á sínum tíma. Það 18-17. Og Matthías fær hér annað skot. Jeremy Atkinson taldi til knúið til að ræða þetta upp og kaupa þetta. Beinhissa. Við erum ekki bakkur á vatnina. Tæplega yfir okkur sjálfum. Staðan í 18-18 á loknum fyrsta leikluta. Hörkuleikur hér í Njarðvík. Tildrif á báða, svona viljum við hafa þetta. Og við sjáum það langa leiðir að það gríðarlega mikið undir. Já, það augljóst, það bara, þú þarft ekki að vita neitt íþróttir ef þú kemur inn þá veistu að það eitthvað í gangi sem vert að horfa á. Hey, listen! Guys, they are hedging Matti. So Matti, give me the side pick over here. Danero, open here. Trusty is gonna open here with you. Take, not roll. Okay. Short pop, okay, for open shot. But I want we connect this third man and this pass. If not, we're going back door and play pick with Hákon. Hákon, you're in the corner here. Okay, come on. Let's go. Já, skilaboð þarna, ekkert vesen. Já, tölfræðilega þetta nokkuð svipað, eðlilega, þetta er staðan 18-18. Íreyingar búin að tapa 5 boltum á móti 3 hjá Njarðvík. Klukkan frá okkur svipuð, þannig að Njarðvík að gera ágætlega frákvæmstilega séð bæðilega að skjóta á boltanum 50% 7 af 18. Þetta er eins! Þetta er bara þannig þriggjarstiga nýting afleitt, 0 af 7, 0 af 6. Víti 4-4, þetta er bara gamla góða copy-paste. Þetta er öðruvísi. Nýtingin er alltaf svona, meðal annars að þeirri augljósa ástæðu að varnirnar eru mjög stífar og ákafar. Þá er erfitt að hitta hjá þessari línu. Annar leikhlutinn að hefjast hér. Staðan er 18-18. Og Jón Arnór Hákon Örn sækir á hann á svipuður ekki. Já, við erum að horfa hérna inn í skiptast inn í framtíðina, þetta er ungir strákar. Það var að Logi Gunnarsson. Keyrir inn að körfunni, kemur boltanum á Myron Dempsey og hann læðir honum á honum. En sko, þessi sending að Loga, þú þarf skyggnigáfu og rúmlega það og mikla snilli til að geta gert þetta. Þetta er frábælega gert hjá Loga. Þetta getur gert auðvitað Logi Gunnarsson, enginn annar. Og Dempsey fer þetta á línuna. Vekkjastega leikur. Þeir skipta þessu bróðulega á milli, Dempsey og Atkinson, hvíla á milli. Þetta er ekki. Og við skulum sjá hvað verður úr þessu. Danero gerði þarna vel en sjáu þið baráttuna hér í Njarðvíkingum. Þá er það Matthías fyrir í hér. Danero. Beint ofan í baneitrað. Já, frábæð skotmaður. Fljótur að skjóta. Piltur sem kom og spilaði hann að KR. Hann spilaði á nokkrum félögum síðast með Þór frá Akureyri. Hann er góð púbót. 21-20, það var fyrstur. Það var Logi Gunnarsson. Fer í erfitt skot. Danero hirði frákasti, kemur boltanum á Matthías. Frábær hraði þessu. Og Matthías fer í mjög erfitt skot, hittir ekki. Það var í skrýttum takti, þetta var ekki skot sem Matthías kemja sér vonandi. Það var Jón Arnór og hann fer í skotið, þriggjastiga skot, hittir ekki. Þetta verður að taka þessi skot. Þeir lifa svolítið á þessu Njarðvíkingarnir. Já, þegar þú ert ekki með leiknir inn í tegin, þá verður það að skjóta fyrir utan. Það helst þetta, Hákon með gott frákast, hann tekur boltan upp í sínu fjólubláu stokkunum sínu sem pappar nálan. Það var Matthías. Trausti. Og Danero Tómas. Það er stemming á bekkjónum báðum megin en að láta dómarana heyra það og fá það óþvegið.
Jólfur er svo ósáttur en heldur áfram og ákveður að taka honum hálfstak. Jólfur er náttúrulega grjótarður gæja. Hann hefur verið á middur en ég held að sé orðinn alheill. Þetta er frábær íþróttamaður. Þá er það Matthías. Skemmtilegar hreyfingar hjá honum. Og Danero hittir ekki. Jón Arnór með frákasti fyrir Njarðvík, keyrir völlinn. Þá komur krakt í hann. Já, þeir eru að gera þetta til að stoppa hraðarhlaupið, möguleika á auðveldum stigum. Sjáum við það hann er að leiða svona villur en þetta er hluta leiknum og allt eðlilegt þetta. Ekkert við þessu að gera, þeir eru að syngja hérna á Breiðholtinu, þeir eru söngmenn góður líka. Já. Vel æfðir líka á þjálfaðir, þetta eru fallega raddir og vel rattað hjá. Jón Arnór, Myron Dempsey. Þetta er rosalega grimm vörn, frábær vörn. Það setja hann hindrun og þá kemur Myron Dempsey, keyrir inn á körfin og fer í mjög erfitt skot, hittir ekki. Það eru öll skot erfið, þetta er þannig leikur, það er svo mikið undir og vatnið er erfitt og stífan. Þá verður þetta Matthías. Svakaleg fótavinna á honum. Sveinbjörn Klasen skilaði boltanum vel frá sér þarna. Þá er það Danero Thomas. Og hann fer í skotið, hikar hvergi, beint í fanginn á Myron Dempsey. Flott vörn hjá Jólfur, glæsilegur, frábær vörn. Einstigsleikur, gestirnir úr Breiðholtinu leiða. Og ég er þristur eða hvað? Já! Alltaf meiður maður! Já, flottur. Flottur, mikilvægt stig frá honum. 23-21. Og þá er það lögmaðurinn. Fær hann aftur. Fín hreyfing á Írinu hérna. Matthías að reyna að stjórna þessu. 5 sekúndur á klukkunni. Hann verður að fara í skotið. Glæsileg vörn hjá Njarðvík. Og þá er það Logi Gunnarsson. Þetta er óíþróttamaður með vita. Það er of mikil harka. Sigurkarl Róbert og Sveinbjörn Klasen messar hér yfir Leifi Garðarsinni alveg við hliðina á okkur. Já, það er fundur. Sveinbjörn kann lögin, en Leifur kann þau líka. Þetta er Hæstiréttur. Já, þetta er Leifur sýnilega lægri heldur en þeir. 23-21, 6:54 eftir af öðrum leikluta. Þannig að Logi Gunnarsson fær á línuna, þeir fór skot og boltan að auki. Mikilvægt að Logi sé í gírnum. Kemur hann fyrsta stig? Já, takk fyrir það! Já, með korfa á hann. Þetta er einhver vita hann upp á töfnum. Það er enda rétt. Það er bara þannig, þetta er hann þriðja stig. En Logi er alltaf þannig gæja, hann klikkar ekki vítur í svona leik heima. Þetta væri 24-21. Það er ofan í Logi Gunnarsson. Þeir biðlast svolítið til sinna stuðningsmanna Njarðvíkingarnir, við sjáum það. Kontaktinn við þá er magnaður áhorfendur, það vil segja hann. Það er flottur stuðningur hjá Njarðvíkinga, frábær. Flott á trommur, þetta er allt í besta. Þeirra stiga leikum og þá er Björn Kristjánsson. Já, núna er bróðir hans Otto segir hann er ekki með spilleik, hann er ekki heill. Nei, búinn að vera meiddur, en er að koma tilbaka. Nei, var hann að sprikla eins, sjá hvernig hann kemst í takt við leikin. Og þá Myron Dempsey og hittir ekki og sjáu því baráttan hann undir körfinni, þetta er magnað. Og þá er það Matthías. Ottur stál þarna boltan, hann náði að slá í hann og stofaði þetta. Hér koma Íringarnir. Kól. Þetta er skrefa, þetta er bara asnalegt skot. Vel gert hjá Myron Dempsey. Kól er að tók út allar spennuna að því þeim hver svakalög tróðst fyrir þessum hreyfingar slökk. Það er ekki til eftirbreyting. 25-21, Njarðvík leiðir, heim á þessi, þeir verða að vinna. Og Logi Gunnarsson! Konfekt! Þetta er Klasen. Snjólfur, fljótur tilbaka, gerði þetta vel. Sveinbjörn byrjaði. Það var Ottur, hittir ekki, Ottur Kristjáns. Þetta er alvöru maður. Kemur bara eins og einhver mosi í skói. Frábælega gert hjá hann. Þetta bara, ef þú grjótharður, þá gerist þetta. Sækjur bara bótt. Það er leiklið tekið. Vílíkur greiðinn. Svakaleg barátta hér.
Ánægjulegt að sjá að Otto Kristjánsson, bróðir Bjössa, kominn í slaginn. Við þurfum ekki DNA-próf þar, þeir eru bræður. Já, þetta sami maður. Höldum við áfram hérna. In defensive intensity is good. We need to keep that up. If we keep that up, we're good. Offensively, keep attacking the basket. But when they're like helping from the strong side, in, out, and even back in, so you can repost. Okay, we all have these, decent shooting from the outside, so be ready to go at that. Okay, Strákar, listen up. Now, inbound. Maður Logi, hver að taka boltan inn? Oddur, Snjólfur, Adam, ok. Slæri hann, hoppi út, Logi, hér, Myron, send a good big, hold it. Logi, do that and the foul, if not, Myron, check, send a good screen, ok, og better. Það held ég, 25-21. Hörkuleikur. Tveggja góðra liða. Úrslitakeppnin nálgast, þá byrjar stuðið. Já, hún tæknilega byrjuð. Það bara þannig, Guðjón. Já, þetta gæjar með svipaða klippingu. Munur á... Sama greiðsla. Já, 2-1. En þetta úrslitakeppnin Njarðvík. Það ljóst. Þetta leikur sem þeir verða einfaldlega að vinna. Þeir verða að vinna. Annars komið sumarfrí. Þeir vilja fara seint í sumarfrí hérna í Njarðvík. Það var alltaf seint í. Og Oddur. Og... Logi Gunnarsson. Kraftur í Loga. Ógnarkraftur. Fer á línuna. Keflavík að varpa yfir Þór Akureyri 57-38. Já, Keflvíkingarnir, maður sá þar í KA-leiknum síðast að þeir eru á uppleið. Heldur betur, Friðrik Ingi Rúnarsson. Já, langt frá því útbrunninu sem við lásum ykkur dagar. Þvæla. Fólk með óráði, fólk sem búin að eftir erfitt laugardagskvöld eða eitthvað að bulla. Friðrik Ingi aflýtt í þessu húsi. Hann kann þetta. Og Logi setur þetta ofan í Logi Gunnarsson 27-21. Það var Hankins Kól, Daði Berg. Þannig á Tómas. Frábær vörn. Matthías. Frábær vörn. Þetta er heima. Þetta er ný klukka. Matthías. Þetta er ný klukka. Hljóta að stoppa þetta. Já, gera það núna. Það er svakalega lækið, það heyrist ekki mannsins mál hérna. Nei, en menn samt að þekkja þá tölunar. Sjáum hérna þú. Frábælega var í skot. Það fyrir skotið að fyrir hringir og hann endur nýjast klukkan. Dómarinn gripið steintinni, það er 14 sekundum klukkunni. Við gáum þetta skot. Það er gjört þetta. Davíð að fara yfir þetta. Þetta verður að stoppa, ég átti að stoppa. Það ætti þá að vera ykkur á 12 sekundur klukkunni leiður og Logi að fara yfir þetta. Það er mikið að ræða hérna. Ég veit ekki af hverju Davíð þarf að fara ítal yfir þetta með ekkert. Það fyrir bara yfir þetta í hálfleikanum 15 mínútur þá. 27-21. Það er væntanlega einhverja 10-12 sekundur eftir. Sýnist það. Þetta er nú ekki svona flókið úrlausnarefni, þeir þurfa allir að ræða þetta. Það er annarkvort 14 eða minna eftir. Takkatum hundarhöld hér í Njarðvík. Það er ágætt. engin í stemmingu verið þetta. En þeir dæma hins vegar. Þeir dæma Njarðvík. Boltan. Já, þetta er nú kannski svolítið það var gullið til að koma til þessari niðurstöðu. Þeir væntanlega að segja þetta bolti fyrir hringinn, það er klárlega endurnýjun á klukkur. En þeir segja að Njarðvík var búin að fá vald á boltanum þegar við stoppaðum á loksins. Þarna þeir bara skot og það er Njarðvík boltanum. Þetta er eitthvað sem Hæstiréttur tekur fyrir. Þá er það Oddur í hitabuxum. Og Jóhann Árni bjargaði sér þarna út úr miklum vandræðum, keyrir síðan inn á körfunni og kemur boltann á Myron Dempsey en þetta er svakalega barátta. Það er barist hvernig einasta bolta, svona á þetta að vera. Þetta er ástæðan fyrir þetta móðir íþrótta, þetta er móðir boltaleikjana. Það er bara þannig. 27-21. 7 leikmenn búin að skora á Njarðvík, 4 hjá IR.
Við viljum dreifa stigaskorunni, þannig er það sterk liðsleik. Og hitta ekki. Oddur Stík. Það er tekið á boltan. Heiberg kemur boltan. Þetta er opið dreiftur. Hann er að setja þetta niður, það er ljóst. Nei, hann gerir það bara alls ekki. Aldrei góð ákvörðun að klippur okkur þrýst. Það var Jón Árni keyrir inn að körfunni. Þeir í glæfralegt skot. Hann varð að gera það. Sjáu þið núna. Sjáu þið þetta. Heldur betur. Ég ætla að heimsækja ríkið. Quincy Hankins Cole. Vílíkur nagli. Sjáu þið. Velkomin í Flugvöllur hérna rétt fyrir ofan. Hann fékk. Ringurinn fékk. 27-23. Þá það Danir og Thomas. Góð hreyfing á hann. Góður Þeir fótbolti. að geta þetta niður í ringandi strax. Hann er vel drillaður. 27-25, Oddur Bogi Gunnarsson. Ná Njarðvíkingar öðru áleiti hér. Myron Dempsey. Akka meður, settingu við góðan Krist á hann. Þetta er Hér opið er skot. Oddur skot, hittir ekki. En Oddur fær boltan og hann setur og hleður strax í skotið. Vel gert hjá Adam. Lækir boltan, tekur skotið. Hittir ekki. Fín baráttu á Njarðvík, 2 sóknar frá okkur Þá er hann skemmtikrafturinn sjálfur. Þetta er Kæri sem geta að fara með næsta afmæli. Hvar sem hefur verið næst bóðið, ef við verðum eftir var aftur bóðið afmæli. Og hér er það Cole. Þeir vita. Klárlega. Vita á Við erum svo grimmir. Hér íringarnir, Njarðvíkingarnir eru það líka. Já, þú þarft alltaf. Þú þarft meiri vindir til að ráða við svona gæja. Þú þarft mikið af vöðum. Þú þarft að vera hugrakkur. Cole fer á línuna, hann brosir til Netto og húlíkans hérna. Gott samband þar. Haldið svo mikið í sjónvarpinu að þeir eru ennþá brosandi. Já, þetta er frábær stemning, frábær leikur, mikið skemmtur. 27-25, þeirra stegar leikur, 3-12 stemning. Þetta er flott, þetta er gegn. Gegn! Listen, go double high low. Danero side, Quincy on the middle. One more time, Quincy in, Danero up. For shoot or inside for Quincy. Come on guys, let's go. Hey. Listen, tired. Keep on going, man, don't worry. It's all about how we controlling defense over there. Don't allow, you see they are missing shots. Don't give the second chance. Take the rebound. Come on. Okay, go on. Nýtt miður leiklið. Sjáu þetta, þetta er rosalegt. Hugsaðurinn er ringurinn getur talað og verið með tilfinningar. Delta Airlines. Það væri svak. Delta Airlines. Svakalega power í þessu gæja. Þeir elska hann í Breiðholtinu. Já, og víðar. Þetta er frábær nóg. Rosaleg stemming hjá honum. Hann fer á línuna. Svakaleg sprengja. Quincy Hankins Cole. Hann er komið þetta. Þetta er ofan í hjá honum góður stíl. Hann er með 3 svakalegar monster-tróðsturka í þessu leik. Og þetta er ekki eitthvað hálfleik. Og lúkan á honum, það er engin smá smíð. Þessi lúka, ég aldrei séð svona lúku. Nema ég aldrei gísla. Þetta er út af, tapaði bolti. Jói kastar boltanum út af. 27-27 Stanjörn. Hvað sem Steinbjörn á Mattías Orra. Ská vörðinni á Loga. Sjáum við maður! Herðu, hvað er þetta? Hann er með sýningu drengur í hérna. Þetta er bara, ég veit ekki hvað þetta er menningarviðburður. Þetta er bara þannig. Akkur er fólk með halda menningarhátíðir á þess að bjóða þessu gæja. Hýringarnir komið 2 stigum yfir. Þetta er hámenni. Logi Gunnarsson, Myron Dempsey og keyrir inn að körfunni. Hýringunum, þeim langar svo mikið í útlinnum, þeim langar þetta svo rosalega mikið. Já, Það sést langar leiðir. Það er ljóst að langur maður, þú gerir ímyndilegt fyrir mat. Og Cole er að sína hérna bara einhver tilþrif sem hann er 3 aljúb kemur hann. Komið 12 stig, 2 villur. Það eru kátir þessi gæjar. Þetta eru alvöru menn. Eru þeir að stela sinnunni?
en öðru leyti fullkomin. Já, auglýsum þetta í Guðröndum, þetta er inn. Og þá er það Myron Dempsey. Hýttir ekki. Sýniður. Hýtin er ekki hans styrkur. Nei, þeir eru ekki vinnur, þau eru ekki vinnur hans. Það er þannig. Og hér er hann aftur, hann er einbeitur hins vegar fráborinn. Já, setur þetta ofan í laglega gert hjá honum. Mingar þetta í 1 stig, auðvitað, 28-29. Og þá er hann fengum klassin. Sveinbjörn, ofurhöfðingi. Og gerir þetta laglega, Sveinbjörn, Myron Dempsey, gerir þetta enn betur og logi. Og Jóhann átti því að misti bolta. Nei, hann gerir það bara alls ekkert. Það stígur út af hinn. Stígur út af, já. Þeir voru alveg ofan í þessu, það er ekkert við þess að gera. Herri, nei, hann ákveður að breyta, þetta er rosa. Þetta er frábæðlega gert. Þetta er svo gaman, séu þetta. Sjáum þetta hérna. Og svo held ég að setja einn villa. Þetta endaði þannig. Davíð var að þetta neðst í út af. Jóhann Árni fyrir að vinnuna, hann getur jafnað metin. Hann bara getur jafnað þennan leik. Þetta er ekki flókið. Setur þetta ofan í Jóhann Árni Ólafsson. Davíð bara breyttu skoðun eftir að Jói sýndi honum með sannarlegum hætti á honum var brotið. Hýttir ekki úr seinarskotinu og þá er það Daniel og Thomas. Já, leikur eins og við viljum kaupi. Og vel gert, Sveinbjörn Klassen. Og Cole. Enn og aftur. Þetta er sort takling, þetta er sort fyrir. Er hann að vinna á sig hérna með 14 stig, 31-29. Það eru Kettininn og Breiðholtinu sem leiða þetta. 2 mínútur eftir af öðrum leikluta. Myron Dempsey. Fínt varnarleikur þarna. Hann er í bullandi vandræðum, rúmlega það. Og Jón Arnór fer í erfitt skot. Hér barist hvern einasta bolta Danneberg í smá vandræðum en skila boltanum á Quincy Hankins Cole. Og Daniel og Thomas kemur honum til bjargar. Og það var það Mattias. Og þetta er ofan í Mattias Orri. Frábæðlega gert. Hann er rosalega. 33-29, þeir líta vel út Íringar. Bara rosalega á útivelli. Þannig að þeir fara í úrslitakeppnina og þeir vinna hennar leiknið ekki. Þá er ekkert lið sem vil mæta þessum gæjum. Þetta er þannig lið. Tappaði bolti og Jói hendar. Hann bjargaði þessu, bjargaði sér út úr vandræðunum. Vill átt hann er á Thomas. Svakaleg barátta, það geislar af þeim, og einnig Njarðvíkingum þeir eru líka að leggja sig fram. Þetta er bara, þeir tóku Cargo Express niður. Það var ekki að gefa eftir. Það er gott að það skiptir ekki maður. Dempsey á línunni. Það er svo að hafa ekki að trúa að segja bara skorur. Körfinni hjá honum. Ef þú hefur ekki trúað að setja boltan niður, þá vill boltin ekki niður. Boltin les hugsanir. Komið 7 stig held ég. Boltin les hugsanir og Hér kemur það 8. hjá honum. 30 stiga leikur, Njarðvík 30, IR 33, 1:13 eftir. Við erum í Arnbjörnsjöki með 8 stig með flotta. Við erum í öðrum leikluta. Og hann er með 8 stig eins og það eru Dempsey 2 vikur hvor. Sveinbjörn. Klassen. Og Daniel og Thomas. Halló! Ég átti bara eftir að trúa svona. Það er allar útgáfur hjá mannum, það er allar útgáfur. 16 stig er hann komið með. 5 stiga leikur. Þetta er bara snúður, þetta er gæðir snúður. Jón Árni er í þrýst til loftbolti. Þetta er væntanlega... Nei, þetta er vill á IR. Þetta er vill á Daða. Daða Berg, já, hann kvartar strákunum þarna. Hefur styrkt sig talsvert núna. Sjáðu hérna. Líkamlega, sjáum við það hér. Þetta er eitthvað svona faðmlegu, auðvitað rómatíft að sjá tvo útvaksna kallmenn faðmastandinn í teig. Atkinson áttunum líka, hann krækt í hann þarna, tók hann með. Og með krók á móti bræði. Naut sterkur auðvitað. Daði fær að fara á bekkinn að róa sig, ekkert að hjálpa honum út af. Svo Quincy Hankins Cole var að gefa honum orði í eyra þessum pilti hér. Það er hann að halda sig á mótinni. Og hér er það. Atkinson hittir ekki. Volar er líka braut, verður eitt og vítur. Já,
verður að setja til að mynda í svona leikinn þá skiptir það svo hrikalega miklu máli. Það er staðið, hérna setur hann niður. Þessi leikur enda undir 80 stigum. Þannig að ef þú setur ekki víti niður, þá ertu bara í vandræðum. Það var Matthías Orri. En Atkinson sá við honum, vel gert hjá honum og hann keyrir inn að körfunni. Villa á Tómas. Hann er á Tómas. Þetta var ræðilega setið villu. Þetta er ekkert kringlukast, þetta er rándýr tapaði bolti. Þannig að Tómas er að fá sér þriðju villu. Sjáum þetta hérna. Daði Berg einnig komið með 3 villur í liði IR. 2 með 3 villur. Sæþór kemur inn á. Það verður fyrir nokkuð óstyrkur en huggulegur. Sæþór Elmar Kristjánsson stóð á staðinu og pittur. Og Sveinbjörn er að berja en kall. Það sést á botnum unga mannsins að hann er svolítið. Hann er órólegur. Atkinson setti þetta ofan í. Sveinbjörn sagði að ég er vinurinn, verður hjá mér. Og aftur. Já. 33-35. Það er ekki meiri munur en það. Og þá er það Stendur Klassen. Villa á Björn Kristjánsson. Þetta er bita munur en ekki fjár. Þetta er 35. Fyrsta villan hjá honum. Já, þetta er rétt. Gerðingin er ekki neinu milli vandræðum með þá. Þá er það Hákon Mörg. Já, vel gert hjá hann að taka upp boltan. Það er erfitt að taka upp á boltan. Matthías. Og Cole. Cole var að taka mikið að fyrirgæstiðarskotning hér uppbyrður og hitta ágæta. Sjáuð þetta! Matthías dansar með boltan og sjáuð Cole maður! Akkur er ekki verið að borga sérstaklega fyrir þetta? Hvað kostar þetta? Og með 18 stig! Hvað kostar þetta? 37-33 og Jón Arnór hittir ekki, reyndi þarna þrist. Fyrri hálfleik er lokið. Sveinbjörn og Jóhann eru nú búin að berjast áður. Þá kemur dyravörðurinn og tekur það með sér. Það eru allir að tala hérna við dómarina. Og mér finnst Jóhann að það fengi tæklingu. Jó er hótt hér. Hann er brjálaður hérna, hann er hitið í mannkafnum í Njörvík. Hann er svo sáttmóldur. Hann er eins og bara... Það er bara nöðsynlegt. Það er tér. Þannig að leikurinn byrjar alltaf á vítum hérna því þannig að ég veit ekki hvað þið gera núna. Dómararnir er ræðið aftur saman. Leifur Garðarsson er fullt hér. Íður er fundarhöllin. Sjáum þetta hérna. Það er skot. Hvað gerist? Jói og Sveinbjörn. Jóhann ákveður að berja hann. Það má ekki. Nei, og þarna halda þær áfram. Og svo eftir þetta fyrir Jóhann að rífa kjaft. Þessi leikur býður upp á allt blandaðar bardagalistir líka. Já. Þetta eru mikla tilfinningar. Þetta eru tilfinningaverur. Þessi menn er ekki bara hugulegi menn í stuttbuxum. Þeir hafa mikla tilfinningar. Bak við hennar sterka líkam eru tilfinningar. Ég veit ekki, ég held að Birgir bara segja alveg ykkur að vítum. Ég held að það sé hefnileg fyrir alla. Það gefur sér núna hlé. Þeir fara yfir þetta dómararnir. Margar eru nefndirnar, en lítið var nefndirnar, Guðjón. Já, það er bara þannig, svona átt að vera, svona viljum við hafa þetta hörkuleikur hérna. Það er 1:50 eftir að IR fá vítaskot og þeir fá, ég veit ekki hvað er 1:50 eftir. Já, ég átta mikið á því. Matthías setur skotið niður, þannig að það er skot og botna auki. Hann er 1:50. Sérstakt, við heldum þetta væri búið, en það var það eftir. Það er tími. Dómararnir, þeir eru svo glöggir á tíma þessi gæjar. Það er komið græntið þetta á vikspurningi. Þegar Dannaka, þessi gæj stendur upp og þetta er uppáhaldsgæðin. Hann er búinn að vera grjótarður hérna mætt. Hér sjáum við þetta, stuðningsmenn Írðinga. Þeim á þetta að fjölga, það vil segja takistum að fara í úrslit. Hlustum á þá. Danero for Svenny. Danero, you taking the ball from here. Listen. Danero is here with the ball. Quincy is here. Matti is here. Here is Hákon. No, Hákon is here. And who else? Sæþór. Quincy, you making this screen here for Matti. Danero, throw the ball here. After screen open. And you got alley-oop here, okay? Come on. 2 seconds. 2 seconds. Það er lítið eftir hér. Já, lítið, já, en það er samt þeir geta að tekið boltan og kasta honum upp.
Þannig að það er 1:50 eftir. Þannig að þeir fá eitt leiðarskot. Gengur ekki. Köttur út í mýri. Þetta er búið, 33-37, þetta breytist akkurat ekkert. Það eru hálfleikstölur hér í Njarðvík. Frábær fyrri hálfleikur hér. Hart barist svo ekki verði nú meira sagt. Cole er alltaf með 18 stig og hann er með 15 frontur eitthvað og þvílíkur kraftur, þvílíkur gæinn. Jeremy Atkinson, 11 stig hjá Njarðvík en staðan hér 33-37. Við ætlum að fá skilaboð og ná andanum hérna í smástund. Sennir á nýjanleik árunni góður staðan hér í Njarðvík IR 33-37. Það eru gestirnir úr Breiðholtinu sem leiða í frábærum körfuboltaleik. Njarðvíkingar verða einfaldlega að vinna þennan leik. Allir þeir sér að komast í úrslitakeppnina. IR-ingarnir í sömu stöðu og þessi maður hér, Quincy Hankins Cole. Hann er búinn að fara á kostum, hann hefur tróðið hér í andlitið á þeim. Slag í slag, hann er með 18 stig. Já, 8 brostur, þetta er alltaf rosa kraftakall, stemming í þessu gæja, þetta er ykkur höfningi. Hins vegar þarf það að gera í seinni hálfleik í mínum að Logi Gunnarsson sem þarna skoraði, þarf að koma með sinn allra besta hálfleik, hann þarf að koma í spari hálfleik. Þannig að IR-ingar eru það stemmdir, þeir eru að spila það góða vörn og það þarf einhverja óvenjulega kalla, einhverja galdramenn til þess að sprengja þessu vörnum. Það er bara þannig, Logi, hann er með 4 stig. Hann þarf að gera miklu meira, hann þarf að bera þetta lið áfram til sigurs þegar þeir alltaf ekki einfaldlega að fara í sumarfrí hér í kvöld. Og Björn Kristjánsson ekki komist í og hann er með 2 stig. Þetta eru gæðir sem verða að bera upp á leikinn og þeir eiga auðvitað mikið inni. En við verðum bara að sjá hvað gerist hérna síðan í seinni hálfleiknum hjá þeim. Já, en þessi gæðar, þessi leikmenn verða að vera beittari, þeir verða að vera bjartari. Jói með 5 stig. Logi með 4 stig eins og sagðan, Adam með 3, Björn Kristjánsson 2 stig. Þannig að sjá tölfræðina, þetta er mjög svipað. Það er að segja að liðin er erfitt að hitta 3 stig, 1 af 14, 1 af 12, varnirnar mjög sterkar, vítalinn ekki 14, 19, þannig að þeir eru að halda sér lífi á vítalinn Njarðvík, keyra vel á körfuna. En það er margt heimlíkt í þessu sóknarflokki, 7-7 velgjört hjá Njarðvík, en þeir eru uppur talað um bóknum, 37-33, IR leiðir og stemmingin er þeirra, þeir eru frábærir á pöllunum, þannig að það er Njarðvík sem þarf að snúa þessu tapsi sér í hang. Sjáum hvað gerist í síðari hálfleik, heyrum hérna rétt á eftir kannski í Brenton Birmingham en fáum skilaboð áður en að kemur á honum. But you ever take one of those jobs just to pay the rent and you find out that you're good at it? The Blacklist Redemption er glæni og hörkuspennandi hliðarsería af hinum vinsælu þáttum The Blacklist. My son. We're gonna find him. It's gonna be okay. A second chance. That's all I want. We could do incredible things together. Welcome to the family. The Blacklist Redemption á fimmtudaginn. Miðvikudag á Stöð 2. Þegar ég kom inn þá var ég nú alveg viss það að þetta hús hefði verið hannað af einhverjum stjörnuarkitektum, en það er ekki svo. Hann býr einn með 4 konum og hannaði og gerði mest allt sjálfur. Það er allt svo hreint og fínt. Er þetta bara fyrir myndavélina eða er þetta alltaf svona hjá þér? Ég þrífst ekki drasli. Enda hefur hann endalausan áhuga á heimilinu og bakstri. Þetta er leyniuppskriftin mín. Hvað er ég með? Það verður ekki gefið upp. Og svo tekur hann til þegar allir eru sofnaðir eða farnir út. Þetta er í stafrósröð. Þú raðaðir inn í þennan ísskáp áður en sjá, þetta er bílskúr og bílskúrar eru oftast skítuvél. Fagurkerinn og heimilisfaðurinn Samúel Bjarki Pétursson er næsti viðmælandi Sindra í heimsókn næsta miðvikudag. Með heimavörn Securitas nýtur þú líðandi stundar áhyggjulaus. Okkar vakt lýkur aldrei. Securitas. Það er frábær föstudagur framundan á Stöð 2. Martha and Snoop's Potluck Dinner Party, beittur og fáránlega skemmtilegur þáttur í umsjón Mörtu Stewart og rapparans Snoop Dogg. He needed baby wipe for his little butt. Evróski draumurinn. Við hitum upp fyrir asíska drauminn sem hefst í enda mars. Stórskemmtilegan þrautaþátt með þeim félögum Udda, Sveppa, Steinda og Pétri Jóhanni.
Sherlock Holmes, klassísk og stórskemmtileg spennumynd með Robert Downey Jr., Jude Law og Rachel McAdams í aðalhlutverkum. Lovelace. Linda Lovelace varð fræg á 8. áratugnum þegar hún lék í víðfrægu klámmyndinni Deep Throat. Action. We're all gonna win Oscars. Sannsöguleg dramatísk mynd með úrvarsleikurum í aðalhlutverkum. Alls ekki missa frábæru og fjölbreyttu föstudagskvöldi hér á Stöð 2. Stöð 2, Messoforte, 40 ára afmælistónleikar í Háskólabíó. Ein merkilegasta hljómsveit Íslands sögunnar á einstökum tímamóta viðburði. Eyþór Gunnarsson, Jóhann Ásmundsson, Gulli Brím og Friðrik Karlsson ásamt blásarasveit, söngsveit, slagverksveit og fríðum flokki valinna gesta. Uppselt 16. september. Aðrir tónleikar 17. september komnir í sölu á miði.is. Þú vilt ekki missa Messoforte í Reykjavík 16. og 17. september. Algjörlega ómissandi með leiknum. Dominos. Brenton, great seeing you. What do you think about this game? High intensity? Very high intensity game. There's a lot on the line for Njarðvík. And I think both teams are very aggressive. We need a little bit more from Njarðvík if they're going to pull it out though. What do you think Njarðvík needs to do? What do you need to do differently in the second half to have a chance against strong ER team? Well, the first thing I'm seeing is they have to box out Quincy. He's getting to the rim and getting offensive rebounds, and he's creating a spark for the team. They have to box him out, but on the offensive end, they have to just continue to be aggressive. And I think we need some more offense from guys like Loyi and the main guys. What do they do to? I mean, Loyi obviously needs to score more. What do they need to free him or get him open? Well, I think Loyi, he's good at creating his own shot, but I think he needs to be a little bit more aggressive. He missed a few shots, and I think he's kind of stepping back, but he needs to keep on being aggressive. He has to lay it on the line now. Thank you so much. My pleasure. Já, þetta var einn magnaði Brenton Birmingham, lék hérna auðvitað árabil og gerði hér stórkostlega hluti. Njarðvík heldur betur vann titilinn og byggarinn og ég veit ekki hvað hann gerði ekki. Stórkostlegu leikmaður á sínum tíma, Brenton Birmingham, en hér staðan í viðreign Njarðvík og IR 33-37. Það eru gestirnir úr Breiðholtinu með Ghetto Hooligans sem leiða hér í ljónagryfjunni og sjáðu, hann kominn í búningin. Já. Þetta er að byrja veðsinnið. Hann fór í þetta strax í morgun og var í sinni undir. Þeir báðu okkur að auglýsa eftir Grettismönnum, hvar eru þeir í húsinu, við höfum ekki hugmynd það, sögðu þeir, og við sáðum, við tökum ykkur á orðinu, við auglýsum. Það sjáum við Gunnar Örlygsson, þann mikla höfðingja. Brúna þungur en er að fara yfir þetta Brenton Birmingham. Við takkjum það að kom til Njarðvík og spilaði lengi með Njarðvík, fór í Grindavík, einn af allra bestu leikmönnum, erlendu leikmönnum hafa komið og verið áfram blessunarlega fyrir íslenska þjóð, frábær leikmaður, frábær einstaklingur. Spilaði Manhattan College, hann gjörþekki leikinn, ef einhver þekki leikinn, þá var það Brenton, það sem hann segir reglur. En ef við skoðum stigaskorið hjá Njarðvíkingum þá vantar svolítið upp á þetta. Myron Dempsey 8, Atkinson 9, Logi Gunnarsson 6, reyndar ekki 4. Vantar það með 2 stig hjá honum, en þetta er einfaldlega ekki nægilega gott. En það vantar meira frá þessum verkum. Ég sakna stig frá auðvitað getur maður saknað það, en Sjólfur þarf að stilla sig inn, Björn þarf að spila betur, Logi þarf að spila betur og auðvitað er mikið undir, en þeirra tími mun koma. Logi á eftir að sína hérna allt skemmtilega spretti. Seinna áleik, þetta er
þetta opinn leikur. Þetta að spila þetta grjótharðri dýr. Grjótharður, ofsalega grimmir, skipta vel, frákasta vel, þannig að það erfitt verk, en það eitthvað sem Njarðvík þarf að komast í gegn. Og Grannar þeirra hérna í Njarðvík í Keflavík að spila hérna í námunda með slökkvistöðuna og þeir voru yfir gegn Þór Akureyri áðan. Þeir voru bara í býsna góðri stöðu og þeir ætla til 4. sætið. Það veit enginn spila við Keflavík í úrslitakeppni, það bara þannig. Úrslitakeppnin þannig að það bara allt opið. Það geta allir unnið alltaf eins og við séum Keflavík. Staðan það 57-38. Það var síðustu tölum, það 20 stig tæp. Það talsverður munur, en liðin ennþá bara alltaf gott að vera hérna í Ljónagryfjunni í Njarðvík, stórkostlegt hús. Það fyrir utan, það ljóst að Skallagrímur Snæfell falla. KR orðinn deildarmeistari en annað bara allnokkuð opið, það bara þannig. Og synd fyrir Skallagrímsmenn Borgnesinga, náðu góðum köflum en engin stöðuleiki. Já, sérstaklega eftir jól hjá þeim, þeir unnu 6 leiki fyrir jól og aðeins 1 eftir jól. Steikinn satt eitthvað í Eyðingaupi. Heldur betur, það æfði ekki nægilega vel í fríinu, hver veit. En Leifur Garðarsson mættur með boltan, boltinn viður hans. En þetta búið að vera rosalega, bara frá því hálfsvíð og var bara geggjumstemning, það leikmenn vel stendir, en það ljóst að það miklu meira undir heldur en í veljum. En auðvitað það líka mikilvægt í svona leikjum, það að stilla spennustigið sem þarf að vera rétt stillt, íringandi klárir. Lögmaðurinn komið hérna hlið Leifs Garðarssonar, Sveinbjörn Klasen. Og nú byrjar ballið. Sveinbjörn stigaleysins vegar og þetta getur maður sagt að það... Já, það bara eins og það þá Hákon Örn átti fína innkomið hérna í fyrri hálfleik, þessi strákur. En maður leiksins Quincy Hankins Cole og hérna Matthías Orri. Og Hankins Cole laumar honum honum. Þetta var sem Brentó var að tala þeir verða að stoppa sóknarfrákvöldin í honum. Þannig að hann getur ekki verið hann með eitthvað brjálæðingur. Góði með 20 stig. Þetta er 5. sóknarfrákvöld. Við enda yfirleitt með tróði eða óskur. Það var að Myron Ramsey. Hvað getur hann galdra fram? Körfu. Vel gert hjá honum. Hann lipur undir körfunni kannu. 35-39. Cole. Hann byrjar út af með Danero Tómas. Og Quincy Hankins Cole fyrir frist. Þetta ekki Björn Kristjánsson lakaði boltan og það komið til á Jóhanni Árna. Vill á Trausta. 35-39 staðan. Þannig að Danero Tómas byrjar á bekknum. Hann á að vera með 3 vellur. Hann með 3. Daði Berg með 3. Já, þannig að hann byrjar með á útaf. Hvort sem byrjum útaf. Þetta ekki fara í einhver vandræði við hann. Það var að Snjólfur grjótarnir í vörðinni, það vantar stig frá honum. Logi Gunnarsson, við auglýsum til Loga Gunnarssoni. Og hér kemur skot frá honum og hittir ekki og... Húver Riksson, það getur öll frákvöld gæðin. Hann bara svo strákar hákallir sem var. Þetta onni, þetta of opið. Og beint upp! Já, þeir geta ekki lefnt. Matthías Orri þristur. Það annar miskilningur á einfaldri hindrun. Þetta verður að leysa betur. Þetta lið að æfa allan daginn, alla daga. Og svo vinda dæn, ásinni þarna yfir. Hákon Örn, gripinn úr Aldergi. 42-35 vel gegn hjá Matthías. Sjáu þetta gæja, þetta er bara að skora á öndi að sefna á liði fyrir úrstakinn. Það verður gert, þeir verða fleiri úr Breiðholtinu, þeir eru að leita. Já, dúkkála 10. Það er ekki að fara þangað, dúkkála 10, það er fullt af fólk. Mæta bara í ganginn. Og Björn Kristjánsson og hittir ekki og Cole með frákastið. Rosalegur Hákon. Og Hákon Örn. Og Matthías aftur. Þeir í þrist hittir ekki. Sveinbjörn Logi meittis í hendi. Þetta er frábælega gert. Og aftan ná hann ekki að hirða Kólarinn. Og þá Logi Gunnarsson og setur þetta ofan í bara algjörlega nautilegt. Þetta er svo erfitt, það er engin leið að gera. Með vinstri, þú þarft að vera snillingur til að gera. 37-42. Það er ekki snillingum, þetta er með set. Það er þannig. Og enn og aftur, Logi Gunnarsson, já! Kristur frá honum, auðvitað eftir honum, hann er mættur, stimplaði sig inn hér. Hann verður að koma á tón. Þetta er alveg Hankins Cole hér.
sending hjá honum. Hákonur fer í þrist. Loftbolti. En sjáu þetta. Þetta ofan. Sarvakko. Þetta svakalegt frönd. Þetta svo rosalegu gæjum. Alveg skuggalegt. Rosalega. Ég hræddu það þó ég horfa í sjónvarpinu. Þetta frábær á. Það líka smitar mikið gleði. Gerir það heldur betur. Með mig aldrei gleyma því að körfubolti skemmtilegur. Stuðningsmennir elskan. Þeir elskan. Já, elskan allir. Þá Matthías Orri. Björn Klasen. Tappar knettinum á Björn. Neðan á Snjólf og hvað gerir strákur? Já, ofan í. Flott. Það hleypur Kærlega gert hjá Snjólfi. Háan Elefur. 42-44. Það verður bara þreytur að horfa á hann þegar hann hleypur tilbaka. Það er eitthvað hátt með því. Matthías. Allir að skipta betur á þessari hindrun. Trausti, en þetta er ekki ofan í veg. Þetta er Jóhanni Árna, þá Myron Dempsey. Og Logi Gunnarsson, svolítið skakkur þetta ofan. Svolítið skakkur, bara beint niður. Hann er búinn að skora 8 stig á 3,5 mínútu. Alveg Kristur Logi Gunnarsson. Þetta er rosa slagur hérna. Njarðvíkingar leiða með 1 stigi. When you box the puck out, run the floor and get quick, easy looks. Hlaupum gólfið svona áfram, ok? Og ef þú losar það kantinn, þá förum við beint í passstrik. Beint í 2, ok? En strákar, when we run two, don't go on the first, don't go on the second. Go on the third or fourth. Because when we do that, if we run the floor cuts, screen a player, we create some mismatches for us. Okay. Take the box on Quincy, just face guard him. Everybody. Don't even think about the ball. Akkurat, bara fara, bakið. Hey, listen, if we're pink and I got Quincy, I'm going to try to pass it on to someone else. If we get it. Ég tók hann, svo tíma, já. Put him in. Þið talið á því gamli. En, strákar, hey, effort continuing. Let's go. Það við sjáum hérna körfunar hjá IR. Það sem við breyst hérna í seinni Logi Gunnarsson fór inn í hálfleikinn með 60 og sagði fyrri hálfleikurinn er búinn og seinni að byrja. Hann er komið 8 stig gæinn. 14 á 3,5 mínútur. Þess vegna er bara 1 Logi Gunnarsson og verður aldrei annar Logi Gunnarsson. 44 í stað. Sjáu þið hvað hann er. Hann er að fluga. Það er Hankins Cole. Og Sveinbjörn snakkt skot hjá honum. Björn Kristjánsson. Og Jóhann Árni keyrir inn að körfunni og setur hann ofan í denni. Hann gerir það bara alls ekki. Hann verður að klára þetta. Þeir verður að klára þetta 3-1. Gengur ekki í hins vegar. Þá koma íringarnir. Hákon allaði skotið, hætti við að lætur Matthías hafa boltan. Það er boltinn örgur. Það líður honum vel. Og Matthías fer í skotið og hittir ekki. Myron Dempsey með hérna frákast. Það er mikil orka hjá Njarðvíkingar að stíga út Cole, eðlilega. Mikil orka, hárrétt. Já, bara en það snýst málið. Þú verður að hafa orku í svona leiki. Reyna að stíga út steipin. Og Myron Dempsey setur þetta ofan í auðvitað. Stemmingin að falla yfir til Njarðvík. 47-44. Hákonur. Hann er búinn að gera vel. Og Logi, hann hlær þarna að Matthíasi. Sjáu ég að eftir hann skalla hann. Það lagði til árum. Þetta er rosalega. Persindinni byrjar í apríl. Og Matthías Orri. Og setur þetta ofan í þvílíkum brettur. Þetta er genatískt. Þetta er hæfileikar. Já. Sonur Sigurðar Hjörleifssonar sem hefur aðlegað sér marga góða körfuboltamenn umboðsmann Íslands. Spilaði með Val. Það var nokkur áratugir síðan Sigurður Hjörleifsson. 47-46, einstigsleikur Matthías Orri á línunni. Og truflar ekkert greiðsla. Þetta er svakaleg greiðsla, hann byrjaði að snemma í múl. Já, vel gert. Svellkaldur gæi. Jafnar metinn. En enn og aftur, það eru bara 4 leik, það eru bara 3 hjá IR sem eru að skoða. Matthías
það Cole og það Danara Thomas. Aðrir, utan þess að 3, eru með 2 stig. Frá Snjólfur, hér það Björn Kristjánsson og Logi, alltaf í skotið, en hér fer hann í það, það ofan líka! Logi Gunnarsson, það grínast í þér! 3 fristar, 1 mínútu! Hann verst með þessi gæs! 90-47! Sjáðu börnir hjá hann! Rosa! Quincy Hankins Hann Cole ekki að fara að tapa þessu! og Danero Thomas, hittir ekki! Þetta falla með Njarðvíkingum? Já, það gerir það þessa stundina. Jóhann Árni, hann í þrist, hann hrikalega erfiður. En sjáum við Björsa Kristjáns. Það gerir það hátt. Hann mikill íþróttamaður, Björn Kristjáns. Og hér fer hann í skot, hittir ekki, en Jóhann Árni fórnaði sér þarna. Sjáum við baráttuna hér. Þetta svakaleg barátta. Þetta alvöru gæjar. Danni Berg og Snjólfur, hann mættur. Og Logi og hann fer einn hann í Logi Gunnarsson! Rosalegur 20 stig! Logi Gunnarsson! Þennan gæja maður! Þetta nýjunni líkast! Þetta magnað! Það konfekt að sjá hann að gæja taka skot! Og Quincy, hann bara hættur, Quincy Hankins Cole! Hann fær bara 2 stig fyrir Gróf, en Logi 3 fyrir Frins. 53-47, nú þetta falla Njarðvíkum megin, en ná íringarnir áhlaupi, ég spáði því. Svo ég eitthvað að típa Logi þarf að vera góður í seinntali. Hvað haldið það kannski gerir? Það var rétt hjá þér eins og þar. Hvað haldið þið? 3:42 eftir að þriðja leikluta, 53-47. Hann sagði við mig fyrir leikinn Svali, ég nenni ekki frí í dag. Ég nenni ekki. Og það var að Danero Thomas. En Snjólfur, hann andar á hann og ríkur í hann. Hann er hrikalegur þessi drengur. Baráttan í hann er frábær, en auðvitað leiklega hér. Leiklega Njarðvík. Það er eitthvað að verja á vegna þess að Jói er komið 4 villur, Snjólfur með 3 villur. Það tekur miklu orku. En Logi Gunnarsson er komið með 14 stig á rúmum 6 mínútum hér í seinni hálfleik. Listen. Everything is okay. This is 6 down now. We got 2 free throws. Go 1 defense. Defense number 1. Isolate the point guard in sandwich. After the first pass, recover everything, okay? After that, switch everything aggressively. Especially on the pick with Logi. He's taking all responsibility about shooting now, okay? He got 3-4 in the row. But he's playing aggressive defense. He will be tired. But keep on going, guys, okay? Come on. Hey, he only shoots in transition. So we have to find him early. Stop the transition, come on. Já, þjálfari Íringa sagði Logi þreytist, hann er svo aggressífur varnarlega líka að sjá þjálfara skólafóknar. Já, og Þórbjörn Abba Sveinsson. Það heldur betur. Einar, hann er alveg fyrir Njarðvík, en það eru höfðingar fyrir maður. 53-47. En þessi gæi, Logi Gunnarsson, hann er svo rosalega einbeitt, hann er kátur. Það er að vera með sýningu hérna, Logi Gunnarsson, það stöðvar hann ekkert þegar hann er í þessum ham, ekkert. Og nú er það Danero Thomas. Ofan í, hjá honum. Þetta er svo lítill munur, þetta er engin munur. Hittir ekki seinna skotinu og Atkinson mættur á svæðið. En 9 stig held ég í leiknum. Og þá er hann Logi. Danni Berg sækir á hann. Það sjáum við Loga. Það er inn og setur hann ofan. Hann er bara einn á móti öll. 55-48. Yngri fótboltamótum, það þarf að setja fleiri í Erik inn á. Þetta 7. mannin inn á. Og Quincy Hankins Cole. Þetta eru slagsmál hér í lagi. Þetta er alvöru átök. Þeir eru grjótharðir, þetta eru naglar. Þetta er álag. Tók hann bara hann á öxlina á kassan. Þetta minna á þetta leikur á snertingar. Þetta er leikur á snertingar. Og Hankins Cole, Quincy Hankins Cole setur þetta ofan í 23 stig frá honum. Stígur hætti maður vallarins. Bændir hann í startinn. Já, hann gerir þetta léttna.
Flott vítaspyrna hjá honum. 55-50. Þá er það Björn. En auðvitað þurfa fleiri í sóknu að Njarðvík. Það væri gaman að Logi myndi skora rest, en það þurfa fleiri að mæta. Jói með Jóhann Árni galopinn og ofan í Jóhann Árni Ólafsson. Hann var hrikalega ánægður með þetta sjálfur. Já, mikilvægt. Ég er ekki hissa. 58-50. Og Hankins Cole alltaf skotið. Matthías Þorri. Jón Arnór til varnar. Hann er snöggur á löpunum líka. Sjáuðu þetta maður! Þetta er svart! Þetta er rosalegt! Þetta er rosalegt, já. Þetta er rosalegt. Það er 58-52. Þetta er bara eldvarp. Og Jóhann Árni er annorðin heitur, hittir ekki. Og þá Daniel og Tómas, hann glemdi boltanum en tók hann með sér fyrir rest. Þetta er bara kjarnstofnum bróð hjá honum. Og Matthías setur hann ofan. Matthías Þorri. Sama gerðist áðan. Danni hlýtur að vera brjálað. Sama gerðist áðan. Sami maðurinn. Eitthvað tindur galopin skot. Það eru 5 stig. 58-55. Drengi munur 1:56 eftir að þriðja leikmynda. Jóhann Árni og sjáu því baráttuna hér. Daniel og Tómas er að fá sína 4. vitt. Alveg trillt En ég geti séð þess að tróðslu aftur hana. Hérna kemur þetta. Þetta er bara kjarnorku kraftur. Þetta er þetta hella. Þeirri byrjar að fljúga hérna. Þetta er rosalegt. 58-55. Rosalega þessi drengur. Þetta er holt fyrir augun og skilninga við þetta að horfa á þetta. Þá koma þér aftur Njarðvíkingarnir. Eitt að loga. Atkinson fer í þristinn. Hittir ekki. Írgarnir hirða þetta. Frákast. Og þá Daði kemur hann um á Hankins Cole. Hann keyrir á Atkinson og setur hann ofan í. Og alltaf grimmur. En það sem er að gera svo ég er bara 3 menn að skora. Það eru 3 menn með 55-57 sem ég er eitthvað. Eitt er komið 4 vittur. 58-57. Og þá er það Björn. Jón Arnór. Atkinson. Svakaleg barátta. Íringarnir berjast eins og grenjandi ljón. Þeir leggja svo mikið á sig hérna. Dásalegt að horfa á þetta. Sæþór að fara að nota 1:17 eftir að þriðja leikluta. Og Atkinson fer inn að körfunni en hittir ekki. Hennar botta á Njarðvík. Njarðvík á boltan. Þeir ekki alveg sáttir. Þetta, ég sá þetta með öðrum augum. En það er leiðrætt þetta er rétt. Já, hlut að vera. Hér kemur það. Þetta er rétt. 58-57. Nú geta Íringarnir komist yfir aftur. Daði og Matthías mæla í hann þarna. Vill á stjól mættalega. Já, hann krakki hérna að setja hendina fyrir hann. Þetta er Þetta eru ekki Jónavill og Jóa og tíðindi. Þannig Cole, Ægert er að fara hann var eitthvað að stæla við áhorfendur. Þetta er rétt hjá Ægert. Cole var með stæla við áhorfendur, sjáum þetta. Þetta er bara ekki til í þessu leik. Þetta er bara að gera þetta á leikskólum. Gera þetta bara heima eða þetta er fram að sjónvarpi. Þetta á ekki heima heima. Fekk orðið heyra og hann hættir þessu snöglega. Það var að umgangast leikinn af virðingu. Ef þú berði ekki virðingu fyrir leiknum og sjálfur þér, þá átt að gera eitthvað annað. Og þarf að hætta uppgert á húlíkans að sjá alveg það sjálfur. Og Matthías setur hann ofan í jafnarmetinn, 58-58, Daniel eftir frábært álöf Njarðvíkinga, einkum og sér í lagi Loga Gunnarssonar. Þá er það Björn. Kristjánsson setur upp rólegur og yfirvegaður hér. Logi. Rosaleg vörn. Það er hann öðru áhrauti. Þeir eru að þreyta Loga. Þeir ráðast á hann í hvers skipti sem hann með boltan. Logi er alltaf í svakalegu formi sjálf. Þetta er villa. Þetta er hartsúlt á hann. Þetta er þriðja villan á Cole. Það gæti orðið alvarlegt. Og ekki fá fleiri. Hann er tekinn út af, þetta er rétt hjá þeim. Þetta er rétt hjá þeim. Hvort hann verður að taka út af, þetta er rétt hjá þeim. En það er fullmikill gals í kannum. Það er að mæla sína þriðju villu. Áfram Röfnarstaði Berg, 103 villur. Og
Og þá Atkinson. Og Atkinson að fara á körfuna. Og Jón Arnór galopinn og setur þetta ofan í. Það er alvöru maður og setur skot niður og hann er alvöru maður. Vel gert á dráttnum 61-58. Núna er henni Matthías einir. Og þessi er ofan Sveinbjörn. Jæja, loksins mætti hann í vinnuna. Það kemur til seinni þegar hann mætti á er alltaf hvað að gera. Jafnaði leikurinn 61-61. Fyrstu stigin hans í leiknum. Björn. Logi Gunnarsson. Og þetta sem hittir ekki en sjáu þetta Jón Arnór. Hafði ekki hefnina með sér og þá er það Matthías. Gengur ekki. Þriðja leikluta er lokið. Staðan upp 61-61. Það gengur ekki hnífurinn á milli liðanna. Sveimur þá. Það er nákvæmlega eins og að vera. Svakalegur slagur hér í Ljónagrifinu í Njarðvík. Eru Njarðvíkingarnir að missa aflestinni. Guys, we got the lead up. Now, continue what we were doing when we were doing well. Just keep on playing pink, okay, aggressively, but we need to remember always to switch. Not sometimes and sometimes not. Because when we do so, they will get open looks, sometimes. As Matti got. Can't mess it up, guys. We need to stick with a plan. Everyone. Okay. So, farið dálítið djúpt eins og í tvo í sóknarleikjum okkar. Bjössi, kalla líka 3 fyrir því til að koma inn upp, beint fyrir skot. Höldum áfram með þetta. Be ready also to call hoist down if they're gonna switch on this pick right here and go down. Spread out. Go 3. Let's go 3. Okay, strákar. Hey, I got 2 timers left, okay? I would like to keep 1 for the last minutes of the game, but 1 also to rest you guys, okay? So, control it and go for it. Let's go, guys. Jæja, Danni fóru við þetta við. Það var 2 leikli eftir og fóru þetta með Guttorm Vætti en það sjá við. Heldur tölfræðiþætti. Ég er ekki búinn að taka 12 sóknar frákast á móti 9. Tapaði boltan 11 hjá IR 4 hjá Njarðvík. Það er frábært. Þannig að þeir eru að bæta líka milli af sóknar frákastum. Þriggjarsteinýtingu við battan okkur. Það er aðalátt og það er töffar í húsinu sem heitir Logi Gunnarsson. Og hann hittir alltaf þegar hann tekur snútt. Og þá er loka orustan að hefjast hér 4. leikluti. Nú ráðast úrslitin í Njarðvík í Ljónagrifinu 61-61. Logi var með í 3. fjórðungsvara með 16 stig. Mæron. Fín vörn hjá Íringum. Og Logi Gunnarsson keyrir inn á körfunni og setur hann ofan. 18 stig í seinni hálfleik. Þetta er svakalegt. 63-61 frábær leikur í Loga Gunnarssoni. Hann hefur gert einhvers konar samning við körfuna í hálfleik. Þegar maður lúsir þetta að vera Það er með nýr framsprett hér. Jón Arnór sækir á hann. Og þá er það Matthías sem rennur þarna til. Svakalega sprengju þessi strákur. Sjáðu. Ofsalega flottur, ofsalega boltatækni. Frábær leikur. Frábær leikur. Og hann fer á línuna Matthías Orri. Við sjáum þjálfara í Íringa. Matti er líka orðið það bronskaði leikmann. Þetta ofan í Matthías Orri. Stöðugt framlag frá honum. Komið 19 stig og 20 stig núna eftir þetta víti. Hér er hann aftur. Hittir ekki úr hreinarskotinu. Þetta eru náttúrulega ákveðnir stælar að brenna skotinu sem ég áfram ráð fyrir að fara niður. 63-62, einstigs leikur hér. Björn Kristjánsson. Mæron. Við kannum til þennan leika fyrir að vera að dæma á leiklutina 2. Og Logi. Kemur boltan á Bensei. Svæðanlega sending. Hann slapp með það. Og sjáum við bara þannig hérna í Íringum. Frábælega gert. Þetta er laglegt. Matthías Orri. Hver annar. Frábælega gert. Það var rosalega niður gæðin. 64-63. Nú eru það Íringar sem leiða. Ráðast af Loga Gunnarsson. Þetta er þetta skipti.
Þetta er alltaf mikið. Og Logi verið erfitt skot. Það er brot hjá honum. Þetta er mikið klapp. Þetta er mikið eftir. Svo með 24 stig. Quincy Hankins Cole með 28. Þetta eru stig hæstu menn allarins. En Logi, þetta er bara mikið fyrst. Hinni verða að hjálpa honum eitthvað. Þetta er erfitt ef hann þarf í öllum sóknum að eyða svona mikla orku í að komast í skotum. 8:32 eftir. Hann er fæðið 1981 þessi gæði. Ofan í hjá Loga Gunnarssoni. Hann jafnar metinn. Og kemur Njarðvík stíð yfir Logi Gunnarsson. Að Logi þannig maður honum vill aðskara þetta bolti snertir hringinn í vitt. 65-64. Hann er komið 20 stíð í seinni hálfleik og það er 8 og 20 sekundur eftir. Önnu vill hann á Loga. Þannig að Tómas er að koma inn og hann er á 4 villum. Daði Berg er á 4 villum. Sveinbjörn Klausen að gefa þeim fyrirmæli hérna þegar þeir koma inn á. Mikill hugur í einingum, það er gaman að sjá þetta. Þeir vilja komast í úrslitakeppnina. Já, og líka gera bara einhverja hluti þar, ekki bara komast inn, þetta gera einhverja hluti. Hér kemur þristur, þetta er ekki ofan í. Björnsson sækir þetta að fráka. Bergur reyndi þarna skot, þá er það Björn Kristjánsson. Jóhann Árni. Tapa knettinum og þá er það Danir og Tómas. Þeir hér í snúning. Villa, óíþróttamarkið Villa. Danir er þetta nú fullmikinn. Hann dæmir þetta sé ódrengilega gert. Sjáum þetta aftur. Hann er ekki að fara í boltan að snæra í hendur honum, það má ekki rétt að þetta. Dómarnir er farin að taka stífur á þessu vilja menn síni. Danir og Tómas á líkunni. Ofan í. Jafnar netin. 65-65, 7-59. Það er skot á botni. Þannig þeir fáirinn kemur þeim yfir, einu stíði. Þeir fá viðbótarstól. Já, það er bara þannig en þetta er rándýrt. (66, 65). Skrefa hér, Nýjeringar. Nú geta Njarðvíkingar komist yfir. Þetta er ringalega spenna hér. Þetta er bara rétt, þetta er vel dæmt og ekkert. Björn Kristjánsson. Jónasson, Tyrone Dempsey. Og Logi Gunnarsson, ævintýralegt skot. Það verða fleiri að koma til í sóknuna. Þeir verða að koma Dempsey inn í sóknuna. Bjössi verða að koma til í sóknuna og Jói að koma til í sóknuna. Það Mattias, Davíð, Danir og Tómas allar í skotið, hættum við að finnum Quincy Hankins Cole. Nýjeringarnir skýtsæmi núna. Þeir verða að taka skot. 4 sekundur eftir að skotklukkunni. Skotklukkan rann út. Frábær vörn hjá báðum liðum, rosaleg bara. Svakaleg orka og mikil átök. Barist hvern einasta. Þeir eru menn að selja sig dýr, heldur betur. Yfir Hákon Örn. Blokkur. 65, 66. Hákon leikmaður sem hefur að spila með yngirlandsliðum Íslands. Stýrði sig og heldur svo áfram. Þá er það Jón Arnór. Væfralega sending en Nærón óheppinn þarna. Eða klaufinn hvort ekki að sé. Jón Arnór brýtur á Mattiasi. 6:52. Dempsey, ég vissi ekki alveg hvað snýr upp og niður hana. Hér leiðir. Einu stíði. Hér sjáum við á Gecko Hooligans. Frábær varnarleikur þarna. En Hákon Örn klókur. 13 sekundur á klukkunni. Cole verður að tróða þessu. Hákon hana. 28 stig. Skynnsamur eins og pappinn. Quincy Hankins Cole. Það er erfitt skot. Logi Gunnarsson læði boltanum á Björn Kristjánsson.
Hann þarf að komast í gang, Björn. Þeir stela hann boltan. Tapaði knetinu. Það á Tómas gerir vel. Það er skref. Þetta voru Eiríkarnir heppnir. Jón heppnir. Hákon Örn verður fyrir smá hnjaski. Já, hann var heppinn bara að missa boltan þetta. Sjáum þetta. Það er þetta slinkan hér í gangi séð betur. En það er 65-66. Einhvern leikur. Já, þetta var að verða vegna. Eiríkar voru að fara bara að taka. Að tróða á. Það eru svona skynsamur drengur þeir eru búin að missa boltan á Stefaran. Snjólfur að mæta aftur. Snjólfur á 4 villum. Jói á 4 villum. Jón Árni, Björn Kristjánsson. Frábær vörn hjá ÍR. Yfir út af. Þeir komast ekkert nálægt körfunni. Þeir komast hvorki löng né strönd. Frábærlega útfært yfir 65, 6 og 9 eftir. Frá Mattías. Komið 21 stig. Leynir á sér. Og Hákon Örn. Fór hann í rándýran. Kristinn hitti ekki. Daði Berg. Og hér miskilningur Davíð og Tómas að það launa boltanum. Já, þetta er alltaf mikið krydd. Hangins. Það verður alltaf bara að fara að skora þetta maður. Þetta er alltaf mikið krydd á þessum pilsum. Hann veit það best sjálfur. Auðvitað er þetta ágætt sending. Þetta er svona álagt. Þetta er erfitt að átt að hjá þessu. 66-65. Hugmyndin fín en Jakki miður ekki upp fyrir þá. Þá er það Björn Kristjánsson. Nú verður menn að þora. Það er hann Dempsey. Jóhann Árni. Og Dempsey setur þetta ofan í. Frábær sending á Jóhann. Við gerum ráð fyrir það aðeins sending allan daginn. 67-66. En það er núna, það eru 5 mínútur eftir og það er allt brjálað. Það er enginn sitjandi í húsinu. Og sjáu hann stelur á honum boltanum. Aron Dempsey vel gert. Björn Kristjánsson en Íringarnir svara í sömu mynd. Og Hákon. Sjáu þetta baráttu. Þetta er svakar. Og þá er það Björn. Og skjöld sending. Það þýðir ekkert að líta lúguna kallið minn. Björn hefur verið að leika sig með vasan í hálfleik. Þú verður að geyma það heima. 67-66. Þú verður að geyma þessi spist heima. Skulum heyra hvað Íringarnir hafa að segja hér eftir andartak. En leikurinn er æsispennandi hér í Njarðvík. Mikið undir, ekki síst fyrir Njarðvík í dag. Alveg galinn sending og Bjössi veit að manna best. Þetta er galinn. Hey! We're going here! Handoff! That's me! Matti, you here! Svenny is coming on the screen from Danero! Vince is here! So he's coming, pass! Look, Danero! After pass, it's going handoff! In same moment, Danny! You making flare screen for Svenny! Open here for shot! And you slide over there, okay? Come on, guys. We need the points now. Let's go. Það byrja ballið aftur. Nú er það lokaslagurinn. 5 mínútur. Þetta eru bara Finnur sem ráða því hvort að Njarðvík eigi möguleika að vera áfram í þessari keppni að komast í úrslitin. Er þið sárt fyrir þá að sitja eftir? Þetta er bara frábært lið. Þetta lið er of gott til að fara ekki í úrslitin. Það er það sama á við ansi mörg lið. Það sama á við Hauka, það sama á við flest þessara liða. En einhver verður að fara heim áður en ballið er búið. Þannig er það. Þá kemur Mattías Þorri. Vinnur boltann fyrir ÍR. Sveinbjörn Klasen. Og hann fer í skot. Sveinbjörn og setur þetta ofan í. Auðvitað geyma það best á sig í lokin. Sveinbjörn er hann í maður. Hann er taka þáttinn, hann er rosalega einbeitt í kallinn. 68-67, nú er það Íringar sem leiða með einhvern tíð. Aron. Og þetta er... Vel gert! Stjálfur setur hann ofan í. Vel gert hjá Aron Dempsey. 69-68, þetta er 1 stig á annarkot veginn. Þetta er bara aftur. Ef það er einhverja vini sem einhvers væntum hringdu í þá. Hangins Gold, Danero Tómas. Mattías.
en hittir ekki. Njarðvík á þennan boltan, Njarðvík á boltan, 69-68. 4 mínútur eftir, 4-0. Logi Gunnarsson hefur verið rúmlega heitur hér í seinni 20 stig, mikil orka fari í þetta. Hann verið að spara til síðustu mínútur fyrir með þessar síðustu 4. Logi verið funnir, það lög rétt og sendingin á Myron og svakaleg bara þetta tvöskot. Hann væntanlega ákveðinn að dæma, hann að dæma vill á Danner og Tómas. Get ekki séð betur. Hann hefur verið lokið þáttöku sinni. Hann að ljúka keppni, hann steinhissa, hann skilur ekkert í þessu, fórnar í höndum. Það verður gaman að sjá þetta aftur. En niðurstaðan skýr, hann að fá sína 5. villu. Og það sem verra í þessu að það hafa 3 leikmenn. Þannig að sjá þetta aftur. Það sé nú ekki mikla villu. Villa var dæmt. Og það þessi skiptir máli. Bensey setur þetta ofan í. Nú þarf Sveinbjörn ofurhöfðingi að halda áfram því sem hann hefur verið að stunda sig á síðustu mínútum og setja nú stig fyrir í. Og aftur setur hann ofan í Myron Bensey, 71-68. Rock og roll. Myron kom með 16 stig. Rock og roll, Guðjón Guðmundsson. Nú ræðist þetta, Quincy Hankins Cole sem var með sýningu og hér er Mattias Orri. En setur hann ekki ofan í, sjáum við Jóhann Árna á 4 villum. Jói frekur þarna. Jói að þeir eru í þessu skott áður. Það þekkir þetta. Og Mattias kallaði skotið, hætti við að kemur boltanum á Dempsey. Hann fyrir ekki setur ofan í. Þarna er hann svakaleg. Þetta er hans langbesti leikur í vetur. Hann komið 18 stig, bara flottur leikur hjá honum. Hankins Cole. Byrjaði með látunni í fyrir hálfleika, hann er í fríi núna í seinni hálfleika. Já, hann kom inn að trölla tróðslu. Já, það er það eina sem hann hefur gert í seinni. Við verðum að hæla hann fyrir hitt. Hann komið 28 stig. Já, hrikalega leikur hjá hann. Og tekið leikri síðan. 73-68. Það er ekki bara sigur í þessum leik sem Stíginn Njarðvík þeir verða líka vinn í Þorlákshöfn. Já, mögulega. Það þarf ekki vera. Nei, það þarf ekki að vera, ég veit það. En þannig leggja þeirra upp. Heyrum í þeim. Jói, takt hann inn. Snjólfur hérna. Myron. Up top, Logi Bjössi. Hafa þetta spacing hérna, ekki vera að sækja boltan alveg hér. Fá þetta spacing svo náðu sendingun aftur. Fá manninn niður, senda baka, vinnum þetta bara upp. Ok, ekkert hurry. En ef við förum, ef við farum í 2-3, verður tilbúið að fara straight into Joe. Straight into Joe. Ok, guys. If they go 2-3 zone. Ok, keep working your ass up, keep boxing á. Verður áfram og svo stjórnabóks út, þú líka. Og bakverðin, þið verður að stíga inn í. Þeir að bóksa út, þið verður að stíga inn í sækja. Ok, hei, sóknarlega, hlaupum eitthvað efficient. Það má hlaupa bara sjört, first down, third down, náðu boltum og kikkur over pass. Og hverja? Sáum þetta hverfið á David Klassen. Nú bæðir á þennan mikla höfðingja fyrirlið á vítaskiptu. Dempsey er búinn að vera huggulur. Flottur snúningur, en Danner og Tómas er gert sér. 5 minnur, kemur ekki meira við sögur. 73-68, nú eru það loka metrarnir. Laxmaður Greifi, 3 mínútur og 11 sekundur, nákvæmlega. Hankins Cole. Quincy á línunni Já, fyrir þetta ofan í, 60 mjúkur. 29 stig frá honum. Og líkil maður. Ótrúlegt eintak, skemmtilegu leikmaður. 30 stig. Það með sýningu framan á leik. Það var að Björn Kristjánsson. 30 stiga leikur. 73-70, Njarðvík leiðir. Logi Gunnarsson mætur. Og hann fer í skot. Logi hittir ekki. Quincy með frákast. Þetta verður að Mattias Orri fyrir IR. Það er á 50 eftir. Þetta er svaka spenna hér. Og Mattias. Nú verður það að skora skjóta. Klókur Sveinbjörn. En Cole. Skotið dugar. En Eirík, þú ert svona stórstrákur. Þú ert svona stórstrákur. Þú ert að geta gert betur. 28, Snjólfur. Og Myron Dempsey. Gengur ekki. Ágætt skot. Já, fínt skot. Keflavík var að klára. Keflavík var að klára Kolbeinn.
Það búið Bögvi, Keflavík 97-77 fyrir Keflavík. Þannig að þeir vinna með 20. Þeir fara í 4. sætið og þá er það Hankins Cole. Þetta er galið skot. Þeir verið að spila í gegnum matta. Þú ert ekki maður sem þetta 2 mínútur eftir, 30 stiga leikur. Björn Kristjánsson. Og klæfra leiksending Jóhann Árni. Hún langaði Knepsey. Og þá er það Björn en hittir ekki. En Mario Knepsey. Svakaleg karma, 75-70. Gamla tveggjahanda tróðir. Það klikkar aldrei. 20 stig innan fóðum, Mario Knepsey. Þá er það Sveinbjörn Kristi Hjúkur. Ef þú fer í hálfum og lærir lögfræðin, þá gerir þú svona. 75-72, hann er ekki að reyna að spilla frá honum. Nei. Alveg bak. Það er vaknum stemmingar. 1-25. Þeir hanga í Loga. Þeir verða að stoppa Loga. Hann er vaknum. Og þetta er fín varnarleikur hjá Víkingur. Og Cole. Jæja, mögulistu metrar á Nóa. Hann leifir að dæma rauðið. Þetta er rosalegur dómurinn. Þetta er rosalega. Hann sá þetta allan tíman. Þetta er brjálað. Sjáu þið tröfnum. Ég held ekki rétt. Þetta mögulega skrifar hann. Það bara ýttur hún. Þetta, ég ætla ekki að dæma ekki að sjá það. Leifur dæmdi þetta. Hann ræðst bara á hann. 75-72. Þetta kryddar stjólfur þetta. En þetta er svakaleg brella. Þetta er... Petefján slóni, klókurleikur, Quincy Hankins Cole, 30 stig. Þetta verður rætt og ritað næstu daga. 75-72. Nú er Quincy að fara að ræða við leið. Ég ætla ekki að mæla með samræðum. Ég mæli ekki með því að gera þetta. Ég mæli ekki með að gera þetta. Nú þarf hann að ná takið á Leifur hefur gott eitt posta. Hann leifir mönnum aðeins að röfla. Þangað vel að þið fara yfir strikinn. Þetta verður að vinna, þetta er rétt! Þetta er vinna! Hann hreyfði sér til hindrun, þetta er galið hjá honum. Því miður fyrir hann. Eins og hann gerði vel á það. Svakalegur leikur hérna, 75-72. Eins og hann gerði vel á það, þá voru þetta mistök. Hann kemur bara hreyfing fyrir þetta hindrun. Sjáum þetta aftur. Þetta kemur hann í hindrunna. Hann er bara hreyfing. Ég hætti sjálfur laukja. Því miður fyrir snjón. Og IR á boltan. 1-0-7 eftir Íringarnir. Þeir geta hæglega jafnan þetta. Þetta er framlengt. Stjórnur með 5. Stjórnur með 5. Það eru 67 sekúndur eftir. Eru Njarðvíkingar að upplifa það sama og þeir gerðu á móti KR. Eða mögulega hann er lagt eitthvað því það er mikið þegar bænilega fyrir að fara tvisvar í sókn. Hlustum á þetta. Vextu líka hérna. Það sem verður að gerast, Jói. Logi fer hérna út. When he's going for the pick and roll right here, Jói, þrykstu skrýni á Bjössa. Jón, niður hér. Það er hérna. Það sem það gerir sér, ef að þeir eru það að skipta þessu og þú ert að fara aðeins, þú ert ekki með þetta, dribblaður. Ef þeir eru skipta, Jói, dýfðu þér hérna, þá getur þetta verið opinlega fyrir þér. Varnarlega núna, defensively, focus. Og það getur hreinlega ágæðst hér í Njarðvík í Ljónagryfjunni. Þessu magnaða húsi. Já, kortið. Já, ljóst er að ef ég er að það er jafn að þurfa að skora. Það er ljóst, þetta sjáum við. 1-0-7 eftir. Og þeir halda áfram með Dempsey, ég held að það sé rétt ákvörðun. Hann er búinn að spila vel, hann er ekki góð vítaskipta, spurning hvort Ír brjótur. Þetta sjá hann ruðning. Þetta tók við að karfa af þeim. Þetta er ekki að sjá allir bekkurinn pakkar þessu. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er gegn. Mikið af umdeildum atvinnum, svona viljum við hafa þetta, svona á þetta að vera. Já, þegar Hatti bara inn og liðin eru jöfn og gilda. 75-72. Hatti að sjálfsögðu með boltan, þetta er rétti maður til að vera með boltan núna. Hákonur, lífur þessi strákur. Það er frábært. Þetta var rosa. Mattias fyrir erfitt skot, hittir ekki. Og Jóhann Árni. Og þá er það Björn Kristjánsson. Og þurfa að vera klókir. Þurfa að vera klókir. Eitur klókir. Þeir verða að brjóta á Dempsey gera það ekki. Þeir eru að spila vörðin eða. Njarðvík er að taka ákastól. Þá er það Björn Kristjánsson, 10 sekundur á skúflugunni. Þeir horfi að það er í Njarðvík að fara langt þeirra leik. En Logi kastaði boltanum út af. Ekki góð sending, ekki góð hugmynd heldur.
Dempsey vildi Í raun galin hugmynd. Sjáum þetta aftur, hangaðið sýta, Matti hangir eftir Dempsey. Dómarinn til. Svona aðeins í treyna. 30 sekundur, 75-72. Mattias. Þeir þarf að skora, það blasir. Davíð, Quincy. Hann er í þriggja skot, hittir ekki. Jóhann Árni. Frábær bara þeir hjá Njarðvíkingum. Og þeir brjóta 17 sekundur eftir. Örn gerir það. Hittir á byrni. Það komið. Þetta alveg rétt. Það komið skotréttur og það var rétt þegar ég skert hjá henni. Það ekki skotréttur, ég kláraði. Hákon sína 4. villu. Það næsta skotréttur, næsta villa skotréttur. Þeir þurfa að brjóta strax, fljótlega, snemma, reyna að stela 75-72. Matti þarf að brjóta, þeir geta ekki einhvern tími þetta. En nú reynir á þennan gæja. Þeir eru Njarðvíkingarnir að klára þetta í þessum rosalega leik. Það var 61-61 að loknum þriðja leiklutan. Þessi ungi maður, 74% vítaskipta í þessu. Ef hann skora hér, þá kemur ekki tveggja körfuleik. Það þarf að skora öðru skotunum. Og það lekur! Það lekur ofan í hjá honum. Ég þarf að skora tvisvar á 14 sekúndum. Verður skelfilegt ekki. Annar bónus. Og aftur. 77-72. Þvílíkur karakter hjá Njarðvíkingum. Mattias Norður, frábær varnarleikur. Logi varði skotið og klára leikinn. Og þá var það Jóhann Árni. Og Myron skemur að koma í 79-72. 22 stig frá Myron Dempsey. Þetta ótrúleg. Svakalegu leikur hér í Ljónagryfjunni. Fyrir stefnum. Sjáu þið stuðningsmenn Njarðvíkinga og sjáu þetta körfu hérna, Myron Dempsey. Íringarnir börðum skrimmilega, sitt á köflum, frábær tilgrip. Þeir voru yfir í hálfleik, 37-33. En Njarðvíkurliðið sýndi ótrúlegan karakter hér á ögurstundu og Svali kominn með Loga Gunnarsson. Yfir til þín, gerðu svo vel. Logi. Já, takk í fyrsta lagi, takk fyrir frábæra leik og frábæra sýningu. Segðu mér aðeins frá þessum seinni hálfleik. Þú fyrir inn í hálfleik með 6 stig, ósáttur, ég sá það á þér. Þú sagði líka við mig fyrir leikinn, Svali, við erum ekki verið að tapa þessu leik. Hvað gerist hérna í seinni hálfleik? Já, ég ætla nú bara að segja að þetta ákveðið ástæðan okkur ég ætla að spila hún til 45. Þetta að geggjaðasta sem að gera. Spila fyrir framan fólki sem að þekkir hvert einasta andlit inn í stúkunni. Og hérna, já, ég ætlaði náttúrulega bara að gera með þessi brók og gera það sem ég gerir best. En þú kemur inn á að skora hérna 14 stig í þriðja, gafst tóninn, opnaði völlinn fyrir hinna, það væntanlega sem þú vildir. Já, auðvitað það, ég fann að þeir voru margir sem þurftu að komast að mér. Ég fór að dræfa og hérna, ég hefði kannski ekki að gefa nokkrum sinnum út en ég ætlaði að taka þetta og taka ábyrgð og gera þetta fyrir liðið mitt. Þetta var leikur sem þið þurftu að vinna, þið þurftu að leina þennan leik. Næsti leikur aftur, mögulega úrslitaleikur, Njarðvík, þetta er flottur leikur. Já, við þurftum að vinna hennan og nú er bara hálfnað verk. Við þurfum að vinna næsta líka. Við ætlum ekki að missa okkur í þessu. Takk fyrir þetta, Logi, og til hamingju. Takk. Já, sagði Logi Gunnarsson sem átti frábæran leik. 26 stig frá honum. Þeir detta hér inn, einn af öðrum. Og Svali að ná í Daniel, þjálfara Njarðvíkinga. Hann kominn til hans, sendur boltan á Svala Björgvinsson. Daniel, til að byrja með til hamingju með frábæran sigur, frábær seinni hálfleikur. Já, bara virkilega ánægður með framlagið á öllum sem voru inni með okkur í kvöld og sérstaklega áhorfendurnir með mikið hrós skil og hjálpa okkur gríðarlega mikið í þessu leik. Mér finnst algjörðu töffara að koma tilbaka á heimavöllum og þetta sterku liðið hér og bara ná í þessi stig var bara lífsnauðsynlegt. Logi, hann er bara frábær í seinni hálfleik. Dempsey kemur eins og er að spila flottan leikurinn. Já, bara mjög ánægður með hann. Maður alltaf að kalla eftir meira og meira frá honum og hann sýndi mig hvað í kvöld hversu hann megnuður og Logi, það þarf ekki að fara neinu fleirum orðum með það. Átti að vara strögglaði fyrir áleik með einhverjum 4 stig þegar hendur hann einhverjum 22 stigum í seinni áleik og það er bara ómeðalegt að hafa svona menn innan sinna raða og ég bara hlakka til 5. dagsins.
Frábær umgjörð, frábærir áhorfendur og Breiðholti, frábærir áhorfendur og ykkur. Bara til hamingju með góða skemmtun. Takk fyrir þetta. Takk Sali. Matti, sárt tap, flottur leikur, frábær umgjörð, frábær áhorfendur frá ykkur. Hvað viltu segja mér hérna í leiklok? Bara hrikalega svekktur. Við tjókum bara í lokin. Ég var ekki galopinn þrist til að jafna þetta nokkuð sekundur eftir. Hittum illa lengst að leiknum og við bara, já ég segi, við tjókum bara í lokin. En það er 1 leikur eftir. Við ætlum að koma okkur í þessu úrslit. Það er langt síðan við komum í úrslitakeppnina. Við ætlum okkur að vinna næsta leik og tryggja okkur í úrslitin. Logi kemur í seinna leik, þú fær 2 opna þrista. Þetta orðið svolítið svona, já, einvígi mitt líkar, hann var að spila vörð kallinn. Hann heldur góð. Hann heldur drúr. Hann skautaði inn í leikinn aftur í seinna leik algjörlega. Trillta vörð á miðum, maður finnur alveg fyrir þessu. En þetta var gaman að spila til Loga. Þetta er bara einn af okkur bestu leikmönnum sem hefur nokkuð sem verið. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir honum, en við vorum ekkert að spá í því svo sem sko. Við ætlum bara að vinna leik og við tjókum bara algjörlega. Við letum að fara í pjörun okkur og við vonum ekki að fá dóma sem við vildum, sem er bara, það er bara mjög sárt að við sem að láta það fara í hausin okkur. Við töpum meira leiknum þar. Þið missið Danero og Thomas með 5 minútur á feri, hann er að skora 12 stig, annars er þetta þú og Quincy sem er að skora þessu stig. Sveinbjörn kemur stig í lokin, vantaði meiri breytt í sóknuna? Já, getur vel verið sko, samanskapið fannst þið eins og ég segi eftir. Fannst þið ekki verið að hitta nokkuð 8 skotum allan leikin, mér fannst það persónulega. Þetta hefur verið svona í vetur og það gengi ágætlega, en burtsið var sóknir, það treystum við á varnarleikin okkar, höfum alltaf gert. Fyrir utan Logan og dattan í gangi í seinna leik, þá var það að spila góða vörn og ef það hefði ekki gerst, þá held ég að höfum unnið leik. Næsti leikur gangi vel ég vil sjá ykkur í úrslitakeppninni. Takk. Já, þjálfari Íringa er á svæðinu. Heyrim í honum aðeins. Really physical game, tight game. Your thoughts after the game? I think this is a real playoff game, you know, if you ask me, my opinion. With the crowd and everything, how we play both teams, it's a real playoff game. And of course, we are kind of sorry now about this losing game. But usually I'm not, don't want to comment the refs, but I think few calls this time on this game was against my team. Especially on the last one when it's supposed to be end one. Situation for Quincy, they call offensive foul, so I'm not sure about that. And on the both sides, I don't think we got the same treatment about those contacts, like you say. It was a contact on the both sides, But this is how it is. I believe that the refs call what they say, and for now, we got like a few days to prepare. And our last game in Seljaskoli against Keflavik, we will try to go in the Serie, or further we can, so let's see. Great support from the guys in Breiðholt, but last game just Keflavik. Keflavik beat Thor tonight with 20 points. That's going to be a tough game too. Yeah, it's going to be tough. It's always tough games against Keflavik. But like I say, now it's about, we need to bring ourselves up, and we will go strong also, Keflavik, we know how Keflavik playing home, and I'm not surprised that they beat Thorlaksson with 20, Akureyri actually with 20, because I think also Akureyri they know that last game they played Snæfell at home, so they probably calculate a little bit, But you're getting offense from Matti, you're getting offense from Danero Tomati and Quincy, but from the other, I think maybe you only get 7 points. Yeah, this game was like this, but I really know that guys will give everything for the last game. Yes, and like you say, also you mentioned Danero. It was a big call few times, and he go out too early, And like most of the time we keep him on the bench because those false problems. This is how it is, I believe what refs see, they calling like that, and that we will just focus on the next game. Thank you for a great show. Thank you very much. Það er stórkostleg skemmtun hér í Ljónagrifinu í kvöld. Það sem Njarðvíkingar á lífi í úrslitakeppninni eða inn í úrslitakeppnina. Sjáum hér úrslitin í leikjunum. Skallagrímur 86, Þorlákshöfn 95, Snæfell 67, KR 87, Stjarnan 78, Haukar 87, Tindastóll 98, Grindavík 101. Úrslit kvöldsins: Keflavík 97, Þór Akureyri 77. Vel gert hjá Keflvíkingum. Ekki síður hjá Njarðvíkingum sem leggja Íringa hér 79-72 í Ljónagrifjunni í frá fjörugum og skemmtilegum leik. Sjáum stöðuna hér. KR á toppnum með 34 til deildarmeistarar. Tindastóll í öðrum.
Stjarnan í 3. þessi lið með 30 stig, Grindavík í 4. með 24, Þór Þorlákshöfn í 5. með 22, Keflavík í 7. með 22, ÍR í 7. með 20, Þór Akureyri í 8. með 20, Njarðvík í 9. með 20, Haukar í 10. með 16, Skallagrímur og Snæfell, þessi lið eru fallin, ekkert í því að gera, fjörið heldur bara áfram, það er ein umferð eftir og svo byrjar ballið, úrslitakeppnin, Guðjón Guðmundsson, Svali Björgvinsson og tæknimenn Stöðvar 2 Sport þakka fyrir sig í Ljónakringlunni Njarðvík, verðið sæl.